Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 30. maí. Ég hef athygli ykkar á skemmtilegri forsíðu Morgunblaðsins í morgun. Það ljósmynd eftir frábæran kollega minn og félaga Árna Sæberg. Hann tók mynd af kirkjunni á Hellnum á Snæfellsnesi. Þar þarf sóknarnefndin og kannski þjóðkirkjan öll að taka saman höndum og fara að kaupa málingu á þetta fallega en hrörlega guðshús. Og ég vil líka byrja á því hér í upphafi þessa þáttar að óska Valskonum til hamingju með glæstan sigur í handboltanum. Þær eru ekki aðeins Íslandsmeistarar heldur líka Evrópumeistarar í greininni, geri aðrir betur. Alveg ótrúlegur árangur þar. Mér langar til að ræða við ykkur pólitíkina. Strandveiðarnar hafa verið í brennidepli síðustu daga. Hanna Katrín Friðriksson, ráðherra málaflokksins, atvinnuvegaráðherra, hún lýsti því yfir í upphafi stjórnarsamstarfsins í desember að það yrði forgangsmál ríkisstjórnarinnar að efla strandveiðar þannig að sjómennirnir sem sækja hafið eftir þeirri leið geti óskert í 48 daga borið alltaf 774 kíló í hverri ferð að landi. Það hins vegar ljóst að ef að menn fá ríflegan rétt eins og þann til þess að bera allt þetta landi, þá mun það kosta miklu meir en 10.000 tonn úr hafi, sennilega nær 25 eða jafnvel 30.000 tonnum og það mun raska lífríkinu. Og nú verið að ræða hvort að það þurfa að skerða þessar heimildir og þar með hafa þá væntingar þessara 800 eða 900 sjómanna verið gerðar að engu. Það forvitnilegt að sjá hvernig formaður atvinnuveganefndarinnar, strandveiði sjómaðurinn fyrrverandi Sigurjón Þórðarson, hefur brugðist við þessari yfirlýsingu ráðherrans. Hann segir að það komi alls ekki til greina hvorki að skerða dagana né magnið sem að menn megi draga landi í hvert eitt sinn. Þarna er sem sagt nefndarformaðurinn og ráðherrann komin í hár saman. Ég vil líka vekja athygli á því að ef þau taka ákvörðun það að lækka skammtinn úr 774 kílóum í eitthvað minna, þá þetta verið að draga úr hagkvæmni veiðanna og það nú einmitt það sem við þurfum að reyna að gera á Íslandi, það að auka nýtingu auðlindana með sem sjálfbærustum og arðbærustum hætti. Þetta lítur sannarlega ekki mjög vel út. En svo það Íslandsbanka útboðið góða. Það gekk vel og ríkissjóður hagnaðist 20 milljarða á sölunni, seldi 42,5% hlut aðalega til einstaklinga. Það vekur athygli að þúsundir einstaklinga, Íslendinga, keyptu fyrir 20 milljónir króna hver og hafa samkvæmt gengi dagsins hagnast meir en 2 milljónir króna. Þetta auðvitað jákvætt að mörgu leyti. Í fyrsta lagi að það sé nóg til hjá mörgum og líka að ríkissjóður skuli fá fullt af peningum í kassan. Það vekur hins vegar athygli að stjórn sem að kenna sig við aukinn jöfnuð skuli fara þessa leið því að það ljóst að það ekki endilega almenningur í landinu sem að pungar út 20 milljónum sí svona og græðir svo í kjölfarið 2. Það má halda því fram í rökum að með þessar aðgerð hafi menn verið að auka á ójöfnuð í landinu. Fólkið sem á minna til, það getur ekki aflað sér tekna með þessum hætti. Hins vegar verðum við líka að velta fyrir okkur þeirri staðreynd að ríkissjóður tók ákvörðun að selja bankan á meiri afslætti heldur en þörf var á. Það voru stofnanafjárfestar og stórir fjárfestar á borð við lífeyrissjóði sem höfðu lýst sig reiðubúna til að kaupa hluti í bankanum á miklu hærra verði heldur en niðurstaðan varð. Og maður velti fyrir sér, má ríkissjóður, má fjármálaráðherrann Daði Már Kristófersson taka ákvörðun að selja ríkiseign á lægra verði heldur en tilstóð að væri mögulegt og það eru staðfest tilboð þar Þetta eru hluti sem að þingið þarf að fara yfir og almenningur þarf auðvitað að vega og meta. Góðu tíðindin eru þau að Íslandsbanki hefur nú verið einkavæddur. Á sunnudag munu svo sjómenn halda upp á sjómannadaginn og við Íslendingar eigum reyndar að gera það allir sem einn. Við að fagna hetjum hafsins sem hafa borið björg í bú svo árhundruðum skiptir. Og það ánægilegt að segja frá því að frá síðasta sjómannadegi hefur engin sjómaður farist á sjó. Það einstakt afrek, ekki síst þegar litið til þess hversu miklar fórnir hafa verið færðar á hafinu í gegnum árhundruðin og í yfir 1000 ár. Það var raunar ekki fyrir árið 2008 sem það gerist í fyrsta sinn frá því að land byggðist sem enginn fórst á hafi. Til samanburðum má nefna að á árabilinu 1958 til 1967 fórust að meðaltali 25 menn á ári.
Þetta megum við þakka Slysavarnaskóla sjómanna en líka nýfjárfestingu í skipum. Það skiptir nefnilega máli hvernig við búum að sjómönnunum og að þeir séu öryggir við störf sín þar sem þeir sækja þann gula langt út af miðin og allar þær aðrar tegundir sem við hagnýtum okkur. Góðar kveðjur landið þvert og endilangt í tilefni þessa góða dags. Hér á eftir ætla ég að ræða við frábært fólk fréttir vikunnar, Huldu Bjarnadóttur, forseta Golfsambandsins og Sölva Tryggvason, hlaðvarpsstjórnanda. Þegar þau hafa farið yfir þann ágæta málaflokk allan saman, þá fæ ég hingað til minn Margréti Ágústu Sigurðardóttur sem framkvæmdastjóri Bændasamtakanna og Ólaf Stephensen sem framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Þau ætla að ræða landbúnaðarkerfið og búvörulögin sem tekist á í þinginu þessa dagana. Þegar við höfum farið yfir þann áhugaverð og mikilvæga málaflokk í matvælaframleiðslu landsins, þá kemur hingað til mín Guðmundur Fertram Sigurjónsson. Hann hefur byggt upp ótrúlegt fyrirtæki Keresis sem var selt fyrir nærri 200 milljarða króna fyrir 1,5 ári síðan til dansk stórfyrirtækis Koloplast. Hann ætlar að ræða veiðigjöldin, fjárfestingar og hvernig við getum leitað uppi næsta Keresis. Fylgist þið með þessari spennandi dagskrá en fyrst þetta. Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Litla útstáelsi sem var á fólki í vikunni sem nú að líða. Síðustu helgi voru allir og ömmur þeirra á Rottweiler-tónleikum í Laugardalshöll og ekki laust við að nú gangi bæði Rottweiler, flensu og kynnsjúkdómafaraldur manna á milli. Svo mikil var nándin í höllinni. Hver vill ekki vera eftirlýstur á húð og kinn, sendi mannin einan heim, hann ná fullt af peningum ekki, bíp þér með þeim. Sanna Magdalena lét sig ekki vanta á tónleika aldarinnar og skemmti sér þar konunglega líkt og stór hluti þjóðarinnar. En þið viti hversu ósanngjarnt lífi getur verið. Eftirmálar skemmtanahalds einkennast ofta af eftirköstum og almennum leiðindum og nú hefur hún elsku Sanna Magdalena aldeilis þurft að borga brúsann síðustu daga þar sem hún hefur steinlegið í Rottweiler-flensunni. Kannski kærkomin flensa á hárréttum tíma fyrir hana því að þá þarf hún væntanlega ekki að díla við allt þetta svitabaðan í Bolholts svitahólun á meðan. Diljá Mist var líka mættust til að sjá mennina sem mótuð hann á unglingsárunum tróð upp í Laugardalshöll og auðvitað nostalgíaði hún algjörlega yfir sig og rappaði sig hása enda kann hún hvern einasta texta utana. Að ég sé hóra það ekkert nýtt, heldur að mamma þín fá að bíp frýtt. Ég maðurinn sem brendi inn í Bjarna Ben á svörtum lista yfir pólitíska öfgamenn þegar kemur mér bíp, jafnvel Barbie framhjá Ken. Það ekki hægt að taka þetta maður bara bíp, 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 bíp. Það ættu náttúrulega að vera tónleika með Rottweiler-hundum allar helgar. Við Diljá vorum algjörlega sammála það eins og svo margt annað. Flensu, einkenni og hundar var voðalega fyrirferðarmikið á samfélagsmiðlunum í vikunni en fréttir bárust einmitt að því að Jón Pétur Símsen hafi verið að díla við einhvern flensuskít og ætla að lina þjáninganda með einhverju svona cold sæm. Þetta eitthvað gúrmestöf úr apótekinu sem hann keypti reynda bara í lausasölu, ekkert upp á skrifa kjaftaði, en í staðinn þá slafraði hann bara hundameðali í sig og í rauninni bara heppinn að hafa ekki bara algjörlega að fara í hundana. Það alveg mátti ekki miklu muna þar En eftir þessa óheppni lagðist hann til hvílu, þó ekki hinstu hvílu, ásamt litla loðsinu sínum. Og þið sjáuð, ég meina voffaknús, þau eru bara best. Inga Sæland var líka að voffast í vikunni og fann barnið í sér þegar hún lék við hundinn Fenri á hjúkrunarheimilinu Sóltúni. Það er spurning hvort að Inga fari ekki bara að taka upp á því núna á næstu misserum að taka fyrstu skóflustunguna á hjúkrunarheimili fyrir aldraða hunda. Ég meina hún gerir ekki annað þessa dagana en að skima eftir lausum grasplettum fyrir hjúkrunarrými alla trissur. Þráhyggja möts eða? Við vitum alveg að þú ert að eldast Inga mín en ég meina come on, þarftu virkilega eiga svona mörg aðsetur í ellinni? Queen Ásthildur Lóa is back to basics. Ekkert eðlilega gott að sjá hann aftur á þingi. Hún ber eitthvað svo móðulega og ummikið sem hann þokka. Þið vitið hvað ég meina, eða ekki? Ég segi nú bara áfram Ásthildur Lóa. Muniði þegar allt lék í lindi hjá Simmadabba og Obbu. Það voru svo góði dagar. Það var hreinn unaður að sjá Gunnlaugsbörnin ganga í takt og fá hvort annað til að brosa og vera bestu útgáfurnar að sjálfum sér. En það er af sem áður var. Systkina kærleikurinn er runnin út í sandinn og nú munnhöggvast þau lón og dón og allan daginn.
Obba segir Simmadabba hafa andúð á útlendingum, en sko það alls ekki rétt því að hann á alveg 4 danska vini sko og Simmi, hann segir Obbu elska útlendinga einum of mikið, en það sko heldur ekki rétt. Hún fyrir löngu búin að skila norska kærastanum sínum. Maður bara skilur ekki neitt hérna. Við erum bara vinir, hættu þessu. Það að vera alþingismamma getur verið one hell of a job og það þekki María Rut vel. Alls konar starfsdagar, bull og vesinn í skólakerfinu verða þess oft valdandi að venjulegt vinnandi fólk þarf að finna til foreldri í sér og vera með uppistand og með því sko. Jesus, það sem lagt á fólk sem á börn. En María, hún náttúrulega svo mikið ofur og tekur börnin bara einfallega með sér í vinnuna. Bara ævintýratúr í mömmuvinnu. Woohoo! Enda náttúrulega ekkert að gera hjá henni hvað sem kortir í sumafrí og svona. Talandi að hafa ekkert að gera. Þingmennirnir Guðmundur Ari og Pétur Marteinn sem algjört nobody at the moment en hann kom inn á þing í vikunni. Svo ég myndi bara setja nafni á minni ef ég verið þið. Þeir voru eitthvað að fellast alveg mikið í vikunni og spiluðu bara ping-pong, bara svona eins og úlingar í félagsmiðstöð. Boys will be boys, það ekki bara þannig? Áreiðanlegasti sjálfukongur í heimi klikkaði ekki á sjálfanum í vikunni en tók það reyndur upp á annað level þegar hann tók hlaupa sjálfu. Sjálfu kóngurinn smelti bara í eitt sís í hlaupa spandex skallanum. Að sjá hann, þvílíkur leikmaður. Þá erum við komin hingað til mín, góðir gestir, Sölvi Tryggvason, hlaðvarpsstjórnandi og fjölmiðlamaður með meru og Hulda Bjarnadóttir. Hún sannarlega fræðslu- og þróunarstjóri Eimskipafélags Íslands, óskabarns þjóðarinnar, en hún eiginlega óskabarn þjóðarinnar öðru leyti því hún forseti golfsambandsins. Það eitt af öflugustu sérsamböndum íþrótt- og ólympíusambandsins. Ekki rétt? Það bara korrétt. Já. Elsta sérsambandið innan ISI. Það elsta sérsambandið. Það elsta. Þannig að þessi íþrótt ekki eins nýja nálinn og margir myndi að halda. Nei, en stöðu og góð þróun. Já. Og kannski ekki tilvílun að við séum að uppskera ár eftir ár eftir ár. Þau sé golfklúbunum. Hvað þetta eiginlega margir sem eru skráðir í golfklúbba innan golfsambandsins? Við erum tæplega 27.000 og svo náttúrulega talið að við náttúrulega svo ofan á það með ferðamennina sem að spila hér og svo þá sem að grípa í kilfu og hafa gaman af leiknum að þess að vera kannski skráðir iðkendur í golfklúbba. Þannig að við erum með 40.000 manns sem eru að leika sér í íþróttinni. Og öfluga golfvelli hringinn í kringu landið, ótrúleg uppbygging sem hefur átt sér stað í þeim efnum og aðstæðan til fyrirmyndar. Já, algjörlega. 62 golfvellir út allt land. Já. Þannig að með þessari blíðu þá bara hvetja landan til að skella settinu í bílinn. En það eru 62 golfklúbbur út allt land, allur þessi iðkendafjöldi. Við erum með þátttöku í börnum og úlingum, eða í 3. sæti á Evrópu, þannig að við berum okkur saman við bestu. Ég náttúrulega sem að þurfi að hvetja fólk. Ég var í Grindavík að spila í gær og það var bara stöðugur straumur og mjög þéttsetinn völlurinn. Og það nú land allt. Betur fer, það leit nú ekki þannig út fyrir nokkrum mánuðum fyrir Grindvíkinga, þannig að við gleðumst sérstaklega með þeim velli. Frábær völlur, gaman að koma þangað. Já, og Akureyri var að opna inni aðstöðu, þannig að það komin bara einn stærsta og flottasta aðstæða bara í Evrópu og það auðvitað að sama segja klúbbann í höfuborginni. Sölvi, hvað ert þú með í forgjöf? Sko, var hún ekki að segja mér að ég væri með 54 þegar ég byrja. Sko, þú ert ekki byrjaður? Nei, ég ekki byrjaður. En verði ég ekki eiginlega að setja þá pressu á mig núna að setja eitthvað deadline á. Sko, ég alltaf á leiðinni að fara í viku til Spánar og taka einhverja kennslu og ég ætlaði að fara með honum Hjálmar Erni grínist það. Verðum við ekki að setja deadline á að við verðum búinir að fara fyrir einhvern ákveðin tíma og þú reyndar svolítið úr mér þegar þú komst í podcastið mitt að þú sagðir að ég væri orðinn of seinn. Já, sko, við sem byrjum sem börn, við erum með auðvitað svona náttúrulega og fallega sveiflu, en fólk sem að byrja á þínum aldri, þið verðið alltaf svona klossaður í þessu. Snýst ekki bara að koma á boltanum rétt á stað? Jú, þetta líka ákveðin fagurfræði, það ekki? Jú, og svo líka þetta, ég veit að Sölvi, þú náttúrulega bara byrja helgina, hann að byrja helgina eða þá í síðasta lagi eftir helgina, en við hjálpum til við það, en ég veit að Sölvi, hann mun falla fyrir þessum leið, því að þú ert út í þessu græna og grænt bara afstressar og það þessi mikla núvitund og það það sem að fólk fattar þegar það fyrir að leika golf, að það bara öll þessi afstressun, hvað þú slekkur á símanum, þú ert í góðum félagskap, þú gætir ekki fengið betri gæðastund. Leika sem við vinnum í 4-5 tíma. Það þarf ekki að selja mér þannig, sko. Ég hef mikið spáði heilsu og skrifað heila bók heilsu og þetta tikkar í mjög mörg bóks. Það er mikið að fólki komið í þetta sem þýðir það að mikið að vinum hans og kunningum í þessu. Þú ert að fá mikið af félagslegum tengslum, þú ert að fá útiveru, þú ert að fá svona létta hreyfingu, smá keppni. Þetta bara, það þarf ekki að selja mér þetta, sko. Eflir vinabönd, fólk kynnist. Já, heyrðu, gamli afreksmaðurinn,
þú veist, sem við kannski komum inn á eftir, hann, þú veist, hann fyrir keppni við sjálfa þið sannarlega og þetta einn erfiðasta íþrótt tæknilega séð, þannig að það er ekkert bara hlaup út og byrja, maður verður að gefa þessu líka smá tíma hugur og hönd. Ef ég byrja, þú sagði að þú verður komin niður í 20 í forgjöf 2 árum eftir þú byrjar. Verði þá ekki að segja líka, þá verði ég að setja þá pressa á mig, ég verði komin niður í 19. Jú, 18. Er ekki örglega verið að taka upp? Jú, þetta allt dokumentur hér, sko. En þú hins vegar hefur stundað íþróttir. Þú sagði mér einhvern tímann að þú stundaðir einhverja furðu íþrótt frá Japan. Já, ég sagði það þegar þú ætlaði að niðurlega sveifluna mína. Já, hvað heitir þetta? Kendo. Kendo, já. Kendo, japanska skylmingar. Ég æfði þetta í mörg ár. Er þetta eitthvað höggsverðið eða hvernig? Já, þetta er í raun og frá samúræja hefðinni, sko. Það erum í með grímur og svo færðu stig fyrir ákveðin högg og ég keppti á heimsmeistaramóti í þessu og Evrópumóti og þannig að það er mikið að sveiflum í skrokknum. Þær eru reyndar, sko, þær eru hér þannig að hitt svolítið meiri mjöðminn, sko. Já. En reyndar talað í kendóin að höggin eigi helst að koma frá mjöðminni. Já, eins og í bóksinu. Eins og í bóksinu. Þetta kannski allt eins. Já. Ég væri til í að sá Þóran Hjartarson vinn minn bóksar að koma og berja kúlurnar í golfinu. Ég veist að það getur orðið sjón að sjá. Hafi ykkur 2 saman í holli. Já. Er hann komin í golfið það? Ég veit það ekki. Já, sjálfsög er hann komin í golfið. Skal ég að fara með honum og sjá hvor okkar nær hraðar tökum á þessu? Já. En við sjáum það, sko, eins og bara með fólk sem að koma úr íshokkíinu, badmintoninu, tennisnum. Ég meina, þetta er allt bara samhæfingin og snúningurinn og liðleikinn og annað. Sumir haldaði fram að þetta sé ekki íþrótta því að fólk einmitt að byrja í þessu á gammalsaldri og getur stundað þetta bara ævin og enda. Er það til maður sem að þetta sé eitthvað annað en íþrótt? Sko, við náttúrulega eigum alveg rannsóknir hvað þetta varðar og það er svo mikil ganga inn í þessu. Þannig að þú ert alltaf að hækka hjartsláttinn og púlsinn. Það mikið að þú lengi lífið þitt 5 ár. Þú veist, það er nýjasta sænska rannsóknin. Já, með því að stunda golf reglubundið, þú veist, og þess vegna vill maður auðvitað fara líka að sjá kannski frekar rannsóknir og úttektir á því hvað við erum að spara sveitarfélagi með því að vera með alla úti á grænni grundu. Þú veist, þetta hangir saman, það er til rannsóknir og þetta er alveg sannað. Eru sveitarfélagin að styðja við klúbbana með viðeigandi hætti? Ekki eins mikið og við vildum. Og maður vill sjá framkvæmdaáætlanir raunverulega fara í framkvæmd sem að búið að lofa og það eru að tefjast þarna framkvæmdir ef ég nefni bara eins og GKG sem að bíða enn eftir. Það var sett upp þarna íþróttahöll og tekið ég vil ekki að þeir hækki útsvarið meira á mig. Bæjarfélagið þitt. Nei, ég minna þau eru að standa sig vel að mörgu leyti en þarna er samt komin töf af framkvæmd og þið sjáu bara biðlistana sem eru að myndast í klúbbunum. Við þurfum að fá áframhaldandi framkvæmdir sem hafa verið settar á dagskrá og lofað. Mér sett að sé 10 ára bið í Nesklúbbin á setjandis. Já, örugglega. Og nokkur ára bið í marga þessum klúbbum? Já, alla klúbba í höfuðborginni er komin biðlisti en það breytir því ekki. Sækir strax. Þannig að þú ert ekki að fara að byrja á morgun þó þið langi. Nei, en það þarf að halda plani. Hafnarfjörður er að fara að tekna og setja í gang nýja framkvæmd, nýjan völl, það er tekníkarna undir Esjurótum, en eins og þessi framkvæmd sem ég er að nefna í kring og GKG, þú veist, það verður bara að halda áfram með þessi plön, því að það eru biðlistar alls staðar og við erum búin að sýna það á sanna, þetta er vinsæl íþrótt, það er mikil eftirspurn í hana, hún er heilsusamleg og við erum í topp 3 í Evrópu með barna- og unglingastarfið okkar. Og sérstaklega með þarna, svo að því ég nefni GKG, þau eru með mörg 100 börn og þið sjáu þetta ekki gerast ef það væri boltaíþrótt, þannig að við segjum bara, heyrðu, og við höfum gert kannanir inn í golfíþróttinni og á klúbbunum og þeim finnst ósamræmi í hvernig verið er að styðja aðrar íþróttagreinar og þá sérstaklega kannski boltaíþróttir til samanburði við þessa íþrótt sem er að standa sér svona vel, bara á alla mælikvarða. Þetta er spennandi, ótrúlegt að þjóð sem býr við heimskuðsbaug og hér er eilíft haust, leyfi ég mér að segja, að við skulum vera með alla þessa velli og svo notum við þetta golfhermanna á vetrum sem er tæknin, við tökum tæknina í okkar þjónustu. Já, bara eftir að auka við og það er litið til okkar og við erum með rannsóknarsjóði og við erum að taka kolefnastöðu á öllum golfvöllum landa allt, það er stórt rannsóknarverkefni í gangi, þannig að það er litið til okkar og ég var einmitt að koma á fundi þarna með þessum skandinavísku samböndum bara í síðustu viku og þar erum við að leggja til að það verði búið til svona higher education, hvað var það, golfvallar starfsmenn, því að það er til nóg af PGA-kennurum og nóg af kennurum en vallarstarfsmenn þarf aðeins að fara að passa upp á, þeir komu frá Skotlandi vel útlærðir á sín tíma en það þarf auðvitað að fjölga í greininni og fólki þarf að finnast þetta spennandi starfsvettvangur. Já, það er ekki sjálfgefið að grasið spretti með réttum hætti eins og dæmin sanna. Þetta er mikil fræði, það er ekki þó að við hugsum ekki það þegar við erum úti að labba á grænni grundu að það eru mikil fræði á bak við þetta.
Dálítið skemmtilegt hvernig þeir slá brautirnar í Grindavík, svona eins og linksvöllunum í Skotlandi, bara til helminga og í sikkur áttina þá helmingurinn dökkrænn og hinn ljós. Þetta hvet fólk til að fara að skoða þetta. Já. Nóg golfið í fréttum vikunar þó að þetta sé þetta mikilvægasta málið að öllum og dreigið þá heldur úr. Fyrirgefðu Sölvi. Bara í mínu ána, ég hef gaman að því að fræðast þetta. Við erum hérna með forseta Kendo-sambandsins. Þar eru 4 iðkendur. Við erum með stóru fréttir, það hefur verið að ræða þetta Íslandsbanka útboðið. Það hefur verið að selja eftirstandandi hlut ríkisins í Íslandsbanka 42,5% og við erum með lista bara á netinu yfir alla sem keyptu. Menn hafa verið að kafa hún í þessa lista og hafa gaman að því. Fannst þér ekki óþægilegt? Nei, ekki persónulega, því ég keypti fyrir svo lítið. Ég vissi ekki af þessu fyrir en bara ég sá þessa lista sko. Ég hef ekki keypt fyrir eitthvað en það skildi þó ekki vera í fyrsta skipti sem að almenningur fyrir að kaupa svona mikið í banka á Íslandi þá reynist það að vera slæmkaup sko. Já. Ekki enn sem komið þér. Nei, ég meina ég það ekki næstu náttúrulegumál að banki á Íslandi endar á að skila hagnaði og þetta verði góð kaup. Enn sem komið er, við höfum nú reyndað dæmi frá 2008 eitthvað allt annað, en við skulum ekki rifja upp slíka hluti hér. Nei, en það er náttúrulega stigsmunur samt á þessum útboðum, þessu fyrra og svo nú. Ég held að margir hafi hlaupið til einmitt og jafnvel tekið lán til að kaupa núna, sem var kannski ekki eins garanteraður gróði núna eins og síðast. Heldur þetta að hafa verið skuldsett mikið? Ég bara, þeir sem eru með 20 milljónir, þeir hafa kannski einhverju framselti fyrirtækja, en ég held að einhverju, já, ég hef heyrt af nokkur sem hafa verið að taka sér yfirdrætt og annað til að fjárfesta í þessu. Já. Þannig að það er ekki kannski alveg eins auðsóttu gróði og fólk hleypir að verða. En hins vegar verður áhugavert núna að sjá hverjir hanga á bréfunum og hverjir ætla að selja, hverjir ætla að bíða þá fram yfir sameiningu, ef það verður af sameiningu Kviku og Arion eða Kviku og Íslandsbanka. Já. Það eru mikla væringar auðvitað á fjármálamarkaðnum hvað þetta varðar og nú er kannski Landsbankinn komin í skotlinu. Íslandsbanki komst í eigu Íslenska ríkisins í tengslum við uppgjör kröfuhafanna. Nú er búið að selja þetta mikla fyrirtæki og lækka skuldir ríkissjóðs. Haldið þér núna til ríkissjóðs sé að fara að keyra meira á einkavæðingu? Ég veit að sko, mér finnst bara að ég horfi á núverandi ríkisstjórn þá þú veist, ég hef fengið þær allar í podcastið mitt, Ingu, Þorgerði og Kristrúnu og ég kann vel við þær allar persónulega, en mér bara finnst, sko, ef ég horfa á það sem er að gerast í heiminum, þá svona, þú veist, meginstraumsfjölmiðlarnir hafa svolítið verið í því að það er alltaf einhver öfgahægri sveifla og þetta er allt öfgahægri, en það sem er að gerast er að það er bara verða stemning fyrir því að skera niður og jafnvel lækka skatta og minnka umsvif ríkisins. Mér finnst við ennþá vera pínu á eftir á Íslandi. Það er ennþá bara stemning fyrir því að ríkið sé dálítið mikið með puttan í alls konar hlutum og mér persónulega finnst þetta bara svona mikið og ég vil þeim allt vel að þá finnst fyrir minn smekk er bara svolítið alltaf verið að byrja á hvernig get ég sótt meiri pening í staðinn fyrir hvernig getum við bara farið og byrja að skera almennilega niður, sko. Því ég er bara á þeirri skoðun að, og einmitt fjölmiðlaumfjöllunin dótstæmi í Bandaríkjunum var rosa mikið, það er bara verið að skera niður þróunaraðstoð og hungru börn í Afríku, þetta var ekki þannig, sko. Það er bara, ef þið skoðið það sem var raunverulega verið að taka út úr ríkisrekstrinum, það fær þetta bara gegndarlaus eyðsla í vitnis. Og ég hugsa þetta sé ekki eins á Íslandi, en ég held að það nú spyr með einkavæðingu, ég veit að jú, kannski einhver einkavæðing, mér finnst bara aðalega ennþá skortur á að segja, heyrðu, áður við förum að skattleggja allt og alla hérna, þá þurfum við aðeins að skoða bara hvernig er bókhaldið hjá okkur, sko. Það er bara svona mín stóra skoðun, sko. Já, en Elon Musk náttúrulega, hann sagði af sér. Já. Hann er búinn að segja þessu úr hópnum. Já. Hann þarf að einbeita sér Tesla, það eru rekstrar áskoranir þar. Heldur betur. Já. En ég skott fyrir hann, ég er með hlutabréf þar, hann ekki í Íslandsbanka. Já. En ég meina, ég bara, maður vil sjá meiri einkarekstur í bönkunum alveg klálega, en það er samt ekkert gefið, þú veist, nú virðist Kvik að vera að setja stelpunum ballinu. Það eru ekkert að flýta sér, maður hafa verið að rekstur líka í Bretlandi og það er svona, þú veist, kannski meiri tengslinn í Arion, en ef Íslandsbanki kaupir þá hvað, þá kannski græða einhverjir en maður spyr sér alltaf nokkuð, hvað fær neytandi fyrir þetta? Maður hefur svo litla trú á því að neytandi fær eitthvað að græða á... Já, að hagræðingin skilir sér þangað. Já.
stóra kannski spurningin þetta Landsbankinn sem enn að fullu leyti í eigu Íslenska ríkisins fyrir utan örlítið hlutafélag sem að Steingrímur J gaf frá sér eftir hrunið. Inga Sæland sagði fyrir kosningar og í þinginu að það kemur ekki til greina að slátra mjólkurkúnni eins og hún orðaði það varðandi Íslandsbanka. Haldið að það náið sátt það að selja niður eitthvað hlut í sjálfum Landsbankanum? Ég held allavega að Stuðlabergshöllinni við Austurhöfn. Ýmislegt af því sem var sagt fyrir kosningar ekki alveg heilagt eins og það var þá sko. Þannig að ég held bara að það sé allt opið í því. Já, ég held að það sé bara rétt að þrýsta á það að það muni gerast. Heldur þú ert nú á einkamarkanum, heldur þú að sé tækifæri til hagræðingar í ríkisrekstri? Já, það held ég, allan daginn. Og ég skil ekki af hverju þessi bankar ættu þá endilega að vera í ríkiseigu, bara ef við byrjum þar. Hver er tilgangur með því? Já. Þú veist, ekki þarf að lána til sjávarútvegsins, ég meina einkabankar geta séð fyrir því, en auðvitað gaman að geta tekið út arðinn og ég meina það verða kannski að vera einhverjar meginstofnanir sem að skila þessum arði reglulega jafnt og þétt. Mikið fjármagn bundið. Ég vil ekki hljóma illa, en ég er einhvern veginn pínu öfgakendur í því þegar kemur að það er hægt að skera niður hjá nú opinbera. Ég bráði þess að skera miklu meira en flestir halda. Og nú er ég bara í fjölmiðlar eru minn geiri og ég horfi bara á RÚV og sé bara, þú veist, sorry, það væri bara hægt að gera þetta allt öðruvísi. Hvernig getum við notað þessa milljarða í bara efni sem að birtast á skjánum? Ekki reka eitthvað hús og reka eitthvað stofnun og flæk, og ég held bara, þetta er minn geiri, þetta er það sem ég hef unnið við, en þetta eru sko pínöts upphæðir miðan við síðan aðra geira. Ég held þetta sé bara yfir línuna, hægt að gera mjög mikið, menn ég man eftir í svona einhvern veginn fyrsta skipti sem ég fatt að var ég að fara í kosninga eftir til Rússlands og eins og menn gera. Og mér var sagt að þú veist þetta samt launalaust, svona eins og það væri agalega slæmt, sko ég segja, bara gaman að fara til Rússlands og vika. Rússland var þá í efsta dagpenningaflokki. Þannig á þeim tíma, þetta hefur verið 2011-12, þá voru það 65.000 krónur á dag sem við höfðum. Og til þess að redda gistingu og borga fyrir mat. En svo kom í ljós að samtökin sem við vorum að fara fyrir, þau voru búin að redda gistingun og það var 7 skall. Þannig að það var 58.000 eftir til að kaupa mat. Þannig að maður var að eyða svona 3.000 skall í mat kannski á dag, 4.000 skall. Þannig að maður kemur tilbaka með 400.000 skall skattfrjálst fyrir viku þarna úti, sem er ekki mikil peningur. En þannig að mér var sérstaklega tjáð hvað það væri agalegt í væri launalaus. Ég hugsa bara, ef ég var að fara á þeim tíma hafði ég unnið fyrir Stöð 2, ef ég hefði verið að fara að gera eitthvað fréttaumfjöllun, sko, maður mátti vera þakkláttur fyrir að maður hefði fengið hótelherbyggi frítt, sko. Þarna snertur auðvitað taug sem við tengjum öll við að hafa unnið á einkareknum fjölmiðli og sjá svo hvernig peningarnir fara inn í RÚV og fara þeir að kaupa einhverjar amerískar þáttaseríur á meðan að til dæmis íþróttalíf á Íslandi, þú veist, fær ekki útsendingarnar hjá RÚV, þú veist, og svona grunnstarfsemi sem maður hefði þá sagt, heyrðu, hver er forgangsröðunin, hver er stefnan að styðja þá við? Íslenskt stefni, íslenskt íþróttalíf sem að mér þykir auðvitað, öllum þykir svo sjálfsagt að hálfa væri nóg og meðan að allir eru bara háðir sjálfboðaliðum annað, en þarna menningar og íþróttatengt efni til dæmis, þarna líður það bara hreint á kostnað þess að þeir fá mikinn pening og fara síðan bara að nota hann til að fá hann tryggðan þá aftur að ári. Því svo má alveg fara í skilur að við erum í mjög sérstakri stöð á Íslandi að ríkisfjölmiðill er nánast hvergi jafn sterkur eins og Íslandi, nema bara í löndum sem við viljum ekki bera okkur saman við, Norður Kóreu og eitthvað. Og síðan kemur spurning hvort að það síðan seytist út í það að það er einhvern veginn, ef þú ert stjórnmálamaður á Íslandi eða ráðherra, að það að fara að skera niður í einhverju ríkisstofnun. Sko þegar ég var að halda sem mesta fyrirlesturum og ég var kannski að fara inn í, ég vil ekki vera eitthvað að ráðast á okkur einstakar stofnanir, en ég var kannski að fara að halda fyrirlestur fyrir einhverja opinbera stofnun og ég sagði, já, hvað ætla að séu svona 17 starfsmenn og ég fer í starfsmannalistan, 95. Ég segi, nei. Það er hægt að reka þessa stofnun, ég er miklu færri en 95 starfsmenn. Það er nú dæmi bara Guterres, aðritari Sameinuðu þjóðanna eða framkvæmdastjóri, hann var að lýsa yfir að hann þyrfti að skera niður vegna dýrtíðar og hann þarf að segja upp 1000 starfsmann á skrifstofu sinni. Maður hugsar,
það nú ekki skrítið að Sameinuðu þjóðirnar komi litlu í verk og geti litlu hjálpað ef að þetta allt bara eitthvað skrifstofufólk í New York. En svona eru þessi kerfi að miklu leyti uppbyggð. Já. Og þá fáir alltaf bara ákveðið markarsbudget, bara veist það og þarft að eyða því til að fá það aftur að ári. Aftur, ég man eftir þegar ég var að halda fyrirlestra og ég einu svona að halda og það hlýtur að vera í lagi að segja þetta hér að ég var að halda fyrirlestra og átti að fara að halda fyrirlestra við slökkvilið. Þá fæ ég bara símhringingu rétt fyrir áramót. Heyrðu, megum við kaupa að þér 6 fyrirlestra eftir áramótin, ég þarf að borga þér fyrir það núna, af því að það vont fyrir okkur að vera undir, ef við erum undir rekstraráætlun, þá fáum við minna á næsta ári. Þannig að það basically bara því meira sem ég eyði í bara eitthvað, því betra fyrir mig. Á meðan að maður fengi bara það eitthvað rosa skakt við út með eitthvað annað, ef þú ætlar í þetta þekkjum vel bara að það þarf að velja vel og Já, í einhverjum fyrirtækjum myndi þetta ekki ganga svona fyrir sig. Nei. Að vettvangi stjórnmálana, þú nefndir leiðtogana Valkyrjurnar 3 sem hafa komið til þín í viðtöl, það stendur nokkur styr núna strandveiðarnar, það eru á 900 sjómanna sem er að sækja á miði núna og þeir eru í algjöru óvissu það hvort og hversu mikið og hversu lengi þeir megi veiða. Veiðigjaldafrumvarpið er af svipuðum toga, það er svona að þér virðist losaragangur á þessu. Já. Sko ég er ekki með einhverja brjálæðislega sterkar skoðun, ég hef ekki kynnt mér þetta það vel að ég vilja... Ertu ekki á strandveiðunum? Það var þess vegna sem ég fekk þig hérna í þáttinn. Ég veit að þú sendir mér þetta klukkan 11:30 í gærkvöld þegar við erum að tala strandveiðar. En almennt einmitt, þá hlýtur að vera ákveðin krafa bara sér fyrirsjónleiki fyrir þá sem eru í þessum geira og það er náttúrulega bara, ég veit ekki, það er kannski aðalega í kringum flokk fólksins, það er bara svona þessi byrjun var svolítið mikið högt, sko, og það var mikið að skrýta, svo svona komið eitthvað smá logn núna, en maður er svona enn að vega og meta, þú veist, er einmitt eitthvað þarna sem er ekki alveg nógu mikil festa í kringum, sko. Já, ég held nú að sumum, eða nokkrum í Viðreisn hljóti að líða hálf illa með þetta kosningaloforð og þurfa að fylgja þessu eftir, en byrjum á að senda sjómönnum góða kveður. Í tilefni sunnudagsins, bara alveg klálega, en ég myndi líka segja að þarna er svo augljóst sko, hvernig þið verið að ganga á ráðgjöf sérfræðinga og þetta er alltaf hættulegt og svo á að fara að taka matið nokkrum árum seinna, hvernig gekk og það þarf bara að setja stórt spurningamarki við og það þarf að mega ræða þetta, ekki afgreiða þetta með skjótum hætti. Gengur væntanlega ekki að menn séu að lofa einhverju án þess að hafa kannað til lítar hvort að hægt sé að uppfylla loforðið? Nei, og auðvitað veitir þetta, það róast öll veiði og það er alveg sanngjarnt að vissuleyti að vera ekki að senda alla út í vont veður og reyna að koma til móts. En mér finnst þetta háskaleg bara aðgerð og það líst mörgum ekkit vel á þetta. En svo er það líka og getur garanterað þessi sem voru að selja bréf sín núna í Íslandsbanka, þeir eru að fara í þessa veiði núna á næstu dögum og mánuðum. Þetta er hópurinn. Þetta er hópurinn. Já, tannlæknar og Garðabæ. Já, svo kom maður í golf, kannski. Þetta hafa tíma til. Á milli tarna, já. Já, þetta eru furðulegi tímar í pólitíkinni. Fleiri mál sem að þið hafið að tuga við í vikunni svona í fréttatengdu efni? Já, við nefndum aðeins, spjölluðum aðeins brottflutningin á honum Óskari og þar aftur svona svo ég einmitt bera þessi bætiflokka fyrir sem maður hugsa, það að vera til dæmis dómsmálaráðherra. Því ég í grunninn er á þeirri það hafa komið máli hérna í fortíðinni þar sem að ráðherrar hafa verið að skipta sér einstaka málum og maður hefur hugsað, ok, þetta tiltekna máli er kannski leiðilegt en við verðum að vera með einhverja almenna reglu. Það er ekki hægt að almenna reglan fara að vera svo að ráðherrar sé að beita sér í einstaka málum. En nú vill það bara svo til að í þessu tiltekna máli þá þekki ég Svavar, fósturpabba Stráksins og þetta mál er aðeins öðruvísi en mjög mörg út af því að þetta er barn, sko. Og maður hugsar einhvern veginn, ok, hér eru foreldrar á Íslandi sem að þú þarft ekki að skoða þau mjög lengi til þess að sjá þetta er bara rosa flott fólk sem er í raun og veru búin að ganga stráknum í föðustað og svo er einhvern veginn komin einhver skýring núna hann á foreldri í heimalandinu en býtur sko pappans er búin að segja að hann vilji ekki vera faðir stráksins og mamman er búin að segja ekki senda hann til Kólumbíu. Já, faðirinn er búin að beita hann ofbeldi. Faðirinn er búin að beita hann ofbeldi. Þannig að mér finnst allavega úr því að kerfið var að senda frá sér eitthvað svar, þá fannst mér þetta rosalega lélegt svar. Já. En hvað eiga menn að gera í svona aðstæðum? Þetta eru sum mál komast í fjölmiðla og komast í hámæli og þá er krafan að menn bregðist við og taki ad hoc ákvarðanir gagnvart einstaklingnum. Hvað með þessa einstaklingar sem komast ekki í fjölmiðla og eru sendir í landi og eru í svipaðri stöðu? Getum við boðið fólki upp á það?
Sko ég hef stundur spurt það, því nú vill svo til að ég bara í gegnum kærustana mína hef aðeins verið að eiga við Útlendingastofnun og þessi stofnun bara í rúst, sko. Hún algjörlega í rúst. Hvernig þá? Bara stjórnvöld mistu gjörsamlega stjórn á þessum málaflokki og það sem að gerast þarna að það búið að vera svo mikill ágangur af hælisleitendum og fólki sem á að fá ákveðna hluti frá ríkinu, að venjulegt fólk, eins og til dæmis kærasta mín sem bara með afburða menntun hefur ekki áhuga að fá neitt frá ríkinu, hún vil fá að vera hérna. Það mæti bara afgangi. Þannig að okkur til dæmis að sagt það 11 mánaða biðtími eftir því að einhver skoði umsóknin ykkar. Og hún má vera hérna meðan, sem mjög gott fyrir þá sem eigi ekki að vera hérna. En fyrir fólk eins og hana sem með lítið fyrirtæki í heimalandinu sínu, hún má ekki ferðast með hann. Það bara, já, ok, ef þú ekki bara gleyma því að sækja þetta dvalarleyfi, skilur. Því þú ert fastur á Íslandi í 11 mánuði, en síðan fullt af fólki sem kemur hérna, sem glatt með að vera fast hérna. Og verður að lokum vísa frá landinu. En þið getið, sko, já, einmitt, þú verður að segja, skilur, og þá hugsa maður, engin leið, af því við erum að tala þetta mál, engin leið til þess að, sko, ef þú verður að stýra þessari stofnun, og þú myndir segja að það einhverja manneskjur sem eru bara í því að segja, þessi umsókn flókin, þessi einföld við stimplum hana. Þessi flókin, skilur, þannig að það sé ekki allir settur undir sama hatt. Sko. Og ég held að við séum þarna á okkur vegferð og þó að Guðrún Hafsteins, hún tók vel til, þú veist, og svo núna býður dómsmálaráðherra mikið verk, að einmitt komi í veg fyrir svona glöfur, hvar fólk sem að færa okkur virði, vill bara vinna hérna og komið af stað, búið að sýna fram á það og mér finnst það eiga við þennan strák líka. Það búið að sýna það, hann farið heim, beittur ofbeldi, komin heim aftur, það komin saga þarna og þá finnst mér að það megi veita drengnum mögulega ríkisborgararétt. Þú veist, en það ekki hægt að fara bara til lands og ætla það börn. Það sýndi sig þarna með Venesúela leið að við opnum á eina gátt að þá bara kemur hópurinn. Þannig að þetta vandasamt. En við eigum alveg svolítið í land þarna að ná utanum raunverulega fólk sem bara vilja vera hérna af góðum hug og vill leggja til samfélagsins. Þetta rosalega vanhugsuð, sko, einmitt, þessi spurning með, skilur, ég hérna á Kjarval daginn, það ekkert mikið innflytjendum hér, skilur, og þess að erum við í alvörunni bara þannig að já, það eitthvað gullgrafara æði í túristaiðnaðinum og þessu þá bara sópum við einhverju vinnuafli, en svo bara pælum við, hvernig verður þetta eftir 30 ár? Viljum við ekki að við séum að fá sem mesta fólki hérna inn sem getur lifað svipuðu líf og Íslendingar, séu jafnvel hérna á góðum launum og ekki þannig að þetta verði eitthvað gettó í Breiðholti og annars slíkt, sko. Þannig ég veit ekki, mér er sorglegt að því ég er búin að ferðast allan heim og í grunninn ég svona gaur sem að vill helst næstu því landamæralausan heim og vill bara vera mannvinur, en sko heimurinn ekki svona einfaldur. Heimurinn ekki svona einfaldur og einhvern veginn það sem svo leiðilegt einhvern veginn. Þetta í svo mörgum málum að það fólk sem hefur agitera mest fyrir því að það eigi bara hleypa öllum hérna inn og allir eigi að fá allt, það í raun og veru síðan að ýta pendúlnum það langt í þá átt. Að það byrjar að krauma undiralda hjá venjulegum Íslendingum sem eiga jafnvel erfitt með að vera að borga reikningum mánaðamót, þeim finnst eins og útlendingar sé að fá allt. Svo bara svingast pendúlinn harkalega í hina áttina og þá verður til alvöru útlendingaandúð. Og mér finnst við vera á leiðinni þangað núna með þetta atvik hérna í Úlfarsárdalnum, hnífaárásina og svo einhverja sprengingar hérna vestur í bæ sem eitthvað verið að tala með sig. Allt í einu bara eins og sé eitthvað bara pottlokið að fara af. Raumandi. En við getum alveg tekið við nokkur 100 mönnum og konum til landsins og börnum, en að taka við mörg þúsundum, þú veist, það bara svo að taka alltaf heilt sveitafélag inn. Við ráðum ekki við það. Þú veist, við höfum alveg lært af því. Þannig að við erum á vegferð sem að bara þarf að taka stíft á þessum málaflokki, alveg klálega. Ég var hér með viðtal við Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóra sem vakti mikla athygli í síðustu viku. Margt af því hefur verið í fréttum. Hvernig koma þessar fréttir við ykkur þegar að svona háttsettan embættismaður kemur og segir landamærin eru mýgleg, þau eru bara opin. Já, ég spyr mér bara fyrsta lagi að því, hann ekki að vinna sína eða hvað, þú veist, ég meina, þetta samvinna. Hann segist hafa kallað eftir því margótt en að þessi ekki hlustað á hann. Já. Það eru bara svo margir hlutir eins og til dæmis þetta með að sé að koma hérna svona mikið af fólki sem ekki með vegabréf. Nú aftur, svo ég bara gerist persónulega að tala bara það sem að því kærasta minn landi fyrir utan Schengen. Sko, dótið sem að hún þarf að sýna til þess að fá að fara upp í flugvél. Svo lendur hún hérna og ekki með vegabréf. Það augljóst þetta vegabréf fór bara hann í klóstið í flugvélinu, sko. Þannig að þá spyr maður sér býtu, ok, fólk sem að koma og allt í einu ekki með vegabréf, þá bara spurning, ok, það þá ekki bara að vísa þið benda fyrir burtu, skilju. Já, akkurat. Við vorum stödd á Spáni, par sem hafði glemt passanum sínum á hótelinu.
það fekk ekki fararleyfi til Íslands. Íslendingar? Akkurat, Íslendingar. Já. Þannig að maður spyr sig, býtu, það eitthvað orðið skakt í þessari mynd. Verður þau bara ennþá í golfi? Þau eru svo heppin, já. Þau gerðu þetta viljandi. Já, þau eru heppnaparið sem varð eftir. Nei, þetta auðvitað, ástæðan fyrir því að þarf að ræða þessa hluti einmitt þetta að einhvern veginn, svo líka bara þetta með gildin, skilur, þegar það verið, þegar maður hefur komið á staði eins og til dæmis, hvað ég að segja, bara fyrir botni miðjar, það sem einhvern veginn ólík trúabrögð, ólíki menningar heim og þetta er flókið, sko. Og þá spurningin, ef þú ætla bara að vera næfur og við ætlum bara að vera góð við alla og vinir allra, þá erum við síðan alltaf eftir 20 ár, 10 ár komin í einhverja stöðu þar sem allir sjá að þetta var ekki gott. En það hefði þurft að eiga, þeir sem hafa mest verið einhvern veginn að agitera fyrir því að það megi ekki einu sinni byrja í svo umræðu, þá sértu bara rasisti. Ég var hræddur að það fólk mun alveg vera fremst í flokki eftir 5 ár ef við erum komin bara í óefni með þetta allt, að segja, það hefði kannski verið fínt að við rætta. Já, ég held við getum ekki verið, þetta samt barn, hann á vísan úr landi á þriðjudag, þannig að mér finnst þetta bara, þarf að akta á þetta mál, Mín persónulega skoðun bara að þessi strákur á að vera á Íslandi, 100%. Það fróðlegt að sjá hvað dómsmálaráðherrann, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir gerir í því. Algjörlega. Heyrðu, en tíminn hlaupinn frá okkur, ég veit að þú ert að leiðin út á golfvöll. Já, nei, því miður ekki alveg stress. Ég veit ekki hvað Sölvi er að fara að gera, hann sennilega að fara að skilmast. Ekki í hlaðvarpinu. Nei, við erum að leiðin á Hvaleyrabikkarinn. Ég skal draga með þessum áhorfanda, það um helgina. Heyrðu, það á frábæna velli. Á Keili. Já, einn af flottustu völlum landsins. Aldeilis. Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambandsins, Sölvi Tryggvason, fjölmiðlamaður, hlaðvarpstjóðan. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Við erum hins vegar ekki alveg hætt og aldeilis ekki. Hér eftir skamma stund ætlum við að ræða landbúnaðarmál og stöðu greinarinnar út frá ýmsum vinklum. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Margt býr í kýrhausnum og það á auðvitað við stjórnmálin eins og allt annað. Við höfum á síðustu misserum fylgst með undarlegu máli sem að tengist breytingum á búvörulögum. Það var allt brjálað í þinginu á síðasta árið þegar að meirihlutin fór að krukka í frumvarpi sem hafði þá verið lagt fyrir og því gjörbreytt segja sumir. Það var sett fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem að dæmdi lögin eða lagabreytinguna þannig að hún gengi berhögg við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Nýlega gert dómur í Hæstarétti Íslands þar sem að þessari niðurstöðu Héraðsdóms var snúið við lögin standa. En nýr meirihluti í þinginu hyggst hins vegar afnema lögin og við vitum ekki nákvæmlega hvað tekur við. En ég fengið hingað til okkar í spursmál góða gesti til að ræða efni og inntak lagana og hvað löggjafinn í raun og vera að fara með þessu brölti öllu saman. Þetta þau Ólafur Stefensen sem framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda og Margrét Ágústa Sigurðardóttir sem framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Velkomin bæði tvö. Takk. Þetta ekki svona nokkuð eðlileg og rétt reifun hjá mér á því hvað hér hefur gengið á? Jú, ætli það ekki. Í gróðum dráttum. Já. Förum aðeins ofan í efnistökinu, Ólafur, að því að þú hefur haft, ég leyfi mér að segja nokkuð stór orð þetta á síðustu misserum. Þingið fer í þennan leiðangur að breyta búvörulögum til þess að, í raun og veru að aftengja samkeppnislög, gera mönnum kleift að fara í ákveðnar æfingar varðandi afurðastöðvar, stöðvarnar sem að framleiða kjötið í landinu, slátra dýrunum. Af hverju voruð þið ósátt við það hjá Félagi atvinnurekenda og fleiri að menn skyldu stíga þessi skref? Í upphafi sögðum við náttúrulega, þar sem þetta var sett fram undir þeim formerkjum að það þyrfti að hagræða í kjötiðnaðinum og þá náttúrulega ekki síst í þágu bænda til að styrkja þeirra stöðu og afkomu. Og við bendum á það í fyrsta lagi að það eru heimildir fyrir hendi í samkeppnislöggjöfinni án viðbótar undanþágna. Það er í 15. grein samkeppnislaga heimildir til þess að leyfa fyrirtækjum samstarf hagræðingu svo lengi sem að hún skilar sér til að mynda til neytenda. Og við sögðum svo að við sjáum ekki að þurfi neinar ítarlegri undanþágur hér.
Svo kemur hins vegar þetta frumvarp þáverandi matvælaráðherra, Svandísar, sem gerir ráð fyrir að það séu afurðastöðvar sem eru í eigu og undir stjórn bænda sem að geti fengið heimild til að starfa saman og saminast. Svo kallaðra frumframleiðenda. Já, og í greinargerð þess frumvarps kom fram að það væri ekki ætlast til að löggjöfin legðist bara ofan á afurðastöðvakerfið eins og það heldur að yrðu gerðar breytingar til þess að styrkja stöðu og yfirráð bænda í þessum fyrirtækjum og meðal annars vísa til undanþágna sem eru í löndunum í kringum okkur þar sem að það eru einmitt félög og fyrirtæki í eigu bænda fyrst og fremst sem að fá þessar undanþágur. Síðan hefst umfjöllun þetta í þinginu og niðurstaðan virðist verða svo og það var nokkuð sem við bentum á það væri mjög óljóst í mörgum tilvikum hvar bændur í rauninni væru með yfirráð í afurðastöðum. Tökum bara Kaupfélag Skagfirðinga sem dæmi. Það bara þar ráða bændur í rauninni engu. Og afurðastöðvarnar virðast sætta sig illa við þetta. Þannig að þær setja mikinn þrýsting á meirihluta atvinnuveganefndar að gera breytingar þannig að undanþágur eigi það við bara afurðastöðvarnar óháð eignarhaldið að stjórn bænda. Niðurstaðan, þessi gjörbreyting á frumvarpinu, ég held að það hafi staðið eftir ein lína árin upphaflega frumvarpi, gengur miklu lengra og þar teljum við að hafa verið farið illa út á sporinu. Þar ætlunin bara og löggjafinn segja það að fella allar afurðastöðvarnar undir þessi ákvæði. Já, það sem sagt, í fyrsta lagi undanþága til allra afurðastöðva alveg burt sér frá eignarhaldinu. Í öðru lagi samruna eftirlit bara í rauninni tekið úr sambandi, bara afnumið. Og það eru engar skorður við því að það verði til dæmis bara til ein afurðastöð þess vegna. Þar sem að við sömuleiðis eigum erfitt með að skilja að það er rauninni verið að setja fyrirtæki sem keppa á sama markaði sömu viðskiptavinina í gjör ólíka lagalega stöðu. Afurðastöðvarnar til dæmis eru mjög umsvifamiklar í innflutningi. Á undanförnum 3 árum hafa afurðastöðvar og fyrirtæki þeim tengt fengið rúmlega helming af ESB-tollkvótanum til dæmis. Eru þar í beinni samkeppni við til dæmis félagsmenn okkar EFA sem að flytja inn kjöt. En það búið að afnema bannákvæði samkeppnislegana gagnvart þessum fyrirtækjum. Það að segja bann við til dæmis samráði skiptingu markaða og annað slíkt. Og við bara náum ekki upp í það og teljum afskaplega erfitt að una því að til dæmis tökum bara, segjum að Magnús í Innesi ringi í Ólaf í Ó Jónsson og Kopper Ísam og ætla að fara að tala við hann um verð eða að þið skipti með sér viðskiptavinum eða eitthvað annað slíkt, tekið það fyrir 6 ára fangelsi. Það er hámarksrefsingin. En ákvæðum ólöglegt verðsamráð, þeim var ekki skipt til hliðar. Það kemur fram í greinargerð meirihlutans að þau ákvæði gildi. Já, bannákvæðin eru bara farin. Og að minnsta kosti komast lagfræðingar atvinnuvegaráðan til þess að þeir eru niðurstöðu að það veri allsendis það veri ekkert sem kemur í veg fyrir það í lagatextanum. Að þetta næði til starfsemi eins og til að mynda innflutnings. Sama er fyrirgeðu, þessi fyrirtæki til dæmis, þau hafa stækkað með uppkaupum og samrunum og þurft að fara í gegnum nálarauga samkeppniseftirlitsins með það og þurft að sæta ýmsum skilyrðum. Að meina það eftirlit bara tekið úr sambandi gagnvart keppinautu þeirra. Og þetta þykir mér náttúrulega ósanngjörn staða. Hvernig svarið þessu, Margrét? Ég tala ekki fyrir hönd afurðastöðvanna, þannig að kannski röng Margrét hérna í settinu. Nei. Já, markmið lagana var auðvitað ekki að horfa á afurðastöðvarnar sem slíkar, heldur að reyna að styrkja stöðu bænda án þess að það kemur niður á. Það er ennþá markmið lagana. Markmið lagana hefur alltaf verið kýrskýrt. Það er að bæta afkomu bænda án þess að lenda á neytendum. Þannig að neytendur og bændur eiga að hafa hag af þessum lögum. Og textlöggjöfin eins og hún er afstilt núna og ekki búið að nema nú gildi að tryggja það. Við myndum ætla það, já. Af því að ef við erum að horfa það, málflutningur sem þú ert svolítið að fara með hérna, Ólafur, er í raun að vera það sem var farið með fyrir Hæstarétt og Hæstaréttur fjallaði og Hæstaréttur hafnaði af 7 dómurum og ekkert sératkvæði. Gott og vel, lögin eru gild og hafa verið gild frá því í marsmánuði fyrra. Það er þetta vinnubröðunum við setningu lagana. Vinnubröð við setningu lagana og ég segi bara hvað hjálp okkur. Að Hæstaréttur tók í taumana hvað þetta varðar og skoðaði líka þannig að
löggjafarvaldið sé vissulega til staðar. Því annars erum við bara að horfa á frumvörp sem fara óbreytt frá ráðuneytinu og sé bara raun að veru lögfest af þinginu í endan. Það fjölda mörg önnur, þetta snýst heldur, þessi dómur snýst heldur ekki bara búvörulögin. Heldur snýra því að bara það fordæmi sem hefði verið gefið, hefði héraðsdómur staðið, það hefði bara sett svo mikið að löggjöf í uppnám. Af því eðlilega erum við með löggjafarvald, við erum með ekki framkvæmdavald. Allavega. Lögin náttúrulega líka bara mannanna verk og allt þetta. Í fyrstu var þannig að þetta náttúrulega byrjuð áform lagasetningu í byrjun. Þá kom inn athugasemdir og það þurfa að bæta og svo kemur inn frumvarp sem lagt fram þarna af Svandísi Svavarsdóttur, þáverandi matvælaráðherra, þar sem í raun og veru var búið að taka algjörlega allar tillögur og athugasemdir Samkeppniseftirlitsins til greina. Og mér líka svolítið gleymast í þessu að af hverju erum við ekki hérna til að óska Samkeppniseftirlitinu til hamingju, það vann dóminn. Já, þeim var stemt fyrir rétt af innesi fyrir nefndum. Já, þeir áfrýja fyrir Hæstarétti. Já, en það lítur reyndar að því að Samkeppniseftirlitið taldi sig ekki á möguleika að grípa inn í eftir að lagasetningin var... Algjörlega rétt. En allavega, að það sé verið að aftengja samkeppni bara einfaldlega ekki rétt. Við erum að horfa á það eins og með samrunarreglurnar og annað. Þarna með þessum lögum, auðvitað má alltaf bæta úr þeim. En það sem við erum að tala fyrir það að við verðum ekki felld úr gildi. Heldur að sé eitthvað annað fast í hendi. Þannig að eitthvað annað taki við. Þetta það sem bændur hafa beðið eftir í áraraðir, í 20 ára, síðustu 20 ár. Að það sé hagræðing innan þessara afurðstaða og ég held að allir þeir sem hafa einhvað gripsvit átti sig á því að þurfi að hagræðing og ég held að það sé þverpólitísk sátt það. Hvernig leiðin að því og það bara einfaldlega ekki rétt að Samkeppniseftirlitið sé algjörlega ekki með eftirlit yfir þessu. Þannig verið að setja inn í lagatekstan þau skilyrði sem voru sett fyrir samruna Kjarnafæðis og Norðlenska. Þannig það bara að skrifa niður í orð. Og það að það sé möguleiki að það geti tekið til innfluttra kjötvara og eitthvað, það bara ekki einfaldlega ekki rétt. Já, hvað stendur það í lögum? Það stendur bara algjörlega kýrskýrt ef þú horfir á nefndarálitið, þá það lögskýringargögn. Já, til fyllingar lagaákvæðinu. Lögfræðingar atvinnuvegaráðuneytisins voru ekki klárar en svo að þeir fundu það ekki út úr. Veistu það, mér finnst lélegt að vera að kalla einhverja lögfræðinga atvinnuvegaráðuneytisins undir því, þú veist, þetta þannig að við getum líka alltaf verið, og bara aðeins pásum þetta, við getum líka alltaf verið að hugsa hvað ef. Þannig að, þú veist, ætlum við að lifa lífinu þannig að við séum bara eins og einhverja hysterískar kerlingar, til þess að halda því hvað ef þetta gerist, hvað ef hitt gerist. Þannig staðan svona, laun eru gild og hafa verið í gildi. Þau samruni sem hefur verið farið í mun halda og hann eins og, held ég ekki, honum ekki eins og lokið. Það að segja það að það að felli svo lögur gildi 1, 2 og 3 núna á þessu þingi, fyrir að fyrsta frumvarpi líka þess eðlis að það byggir á því út af þessum héraðsdómi. Þannig að tilgangur frumvarpsins byggir að miklu leyti að því að héraðsdómur felldi sinn dóm 18. nóvember 2024. Þannig röksemdin fyrir þessi raun og veru fallin sjálft sig. Þannig ég sé ekki fram á það hvernig hægt að halda því til haga og halda því áfram gegnum þingið. Fyrir utan það, þá samrunaferlið, bara út frá fyrirtækjaskrá og skattalegur sjónarmiðum annað, það tekur fleiri mánuði. Þannig að það ef þetta fyrirtæki eða hitt eða annað eða hvað það fari núna að huga einhverju samræmi með okkur grundvelli lagana, þú veist, þá bara, þetta ekki svona ótrúlega klippt á skorið. Það bara einfaldlega þannig. En nú skömmu eftir að löggjöfin fór í gegnum þingið, þá varð samruni, þá keypti Kaupfélag Skagfirðinga fyrir nefnt Kjarnafæði Norðlenska. Og maður velti fyrir sér, hefði sá samruni runnið í gegn, hefði hann orðið að veruleika nema fyrir þessa löggjöf, var ekki samhengi þar á milli? Hefði sú hagræðing náð fram nema... Hann hefði örugglega verið borin undir Samkeppniseftirlitið, lögum samkvæmt. Nú ertu að tala, já. Og það hefði þá, væntanlega sett skilyrði ef það hefði annað bara leyft hann. Ég get ekki svarað því, sko. Hvað ef, sko. Við skulum ekki gleyma því að mjólkurinn nú að veitt sambærilega undanþága fyrir 20 árum. Niðurstaðan því rauninni að það bara ein samsteypa sem ræður allri mjólkursöfnun og framleiðslu í landinu meir og minna. En það líka opinber verðlag. Mjólkursamsalan KS. Já, það nefnilega munurinn. Munurinn á þeirri sterku stöðu
og því sem gæti orðið til í kjötiðnaðinum að það opinber verðlagning neytendum til varnar og það skýrt eignarhald bænda. Það fer enginn inn að grafgötur með það að bændur eiga auðhumlu sem eignarhaldsfélag mjólkursamsölunnar. Akkur segir að bændur ráði engu í kaupfélagi Skagfirðinga. Ég ekki viss að þeir séu allir sammálaðir að maður myndi fara sveitirnar. Það bara þannig. Tökum bara dæmi til dæmis á aðalfundi kaupfélagi Skagfirðinga 2023. Það sem samþykkt meðal annars að bændum að kaupfélagið og dótturfélagið að segja að hætta að flytja inn landbúnaðarafurðir. Aðstoðarkaupfélagsstjórinn segir að þetta sé nú mikilvæg samþykkt og sýnir hvað félagsmönnum finnist. Í framhaldinu þá hættir ESA gæðafæði dótturfélag kaupfélagsins að bjóða í tollkvóta til að flytja inn kjöt. En það skýtur upp kollinum hins vegar nýr bjóðandi sem heitir Háihólmi og þegar maður búinn að grúska svolítið í því máli þá kemur í ljós að eigandi Háahólma innkaupastjóri ESU gæðafæðis og þetta fyrirtæki eru umsvifamikið í innflutningu kjöti sem fer bara beint inn í vinnsluna hjá dótturfyrirtæki kaupfélags Skagfirðinga. Þetta eru nú sko áhrifin sem bændur hafa í kaupfélagi Skagfirðinga. Í hvers eigu Háahólmi? Ég man ekki hvað innkaupastjórinn heitir. Já, hann eigandi. Hann einn skráði eigandi. Já. En bara ég velti því líka fyrir mér, ef bændur í rauninni réðu í kaupfélagi Skagfirðinga væri verið að fjárfesta í skyndibitakeðjum í Reykjavík eða hoppukastala fyrirtæki eða leggja 550 milljónir í þennan fjölmiðil hér til dæmis. Hefur ekki trúið því að bændur séu svo skynsamir? Já, ég bara sé ekki alveg hvað kemur hagsmunum bænda í Skagafirði. Nei, það auðvitað. Svo ég svar nú þeirri spurningu, en aftur, þetta með hvað ef. Það ekkert sem hindrar að verði ósköp einfaldlega til ein samsteypa. Og sjálfsögðu munum við nota tækifærið þegar þessi gluggi hefur opnast eftir að dómur Hæstaréttar féll. Ég hlustaði nú á framsögu atvinnuvegaráðherrans fyrir þessu máli sem að tók mjög skýrt fram að þetta mál byggðist ekki bara á þessum dómi héraðsdóms. Þetta væri ósköp einfaldlega vond lög og skaðleg bæði atvinnulífi og neytendum og þar erum við sammála henni sko. Svo En sjálfgefið að það verði ein afurðastöð á lokum þó að þessi löggjöf sé það er ekki sjálfgefið, en það gæti gerst og það ekkert sem kemur í veg fyrir til dæmis að tökum bara dæmi af svínakjötinu. Við höfum heyrt af þreifingum á milli stjörnugrís og ali eða síldar og fisks sameiningu eða uppkaup. Þá væru sko runnin saman fyrirtæki sem væru með langstærstan hluta svínakjötsframleiðslu á landinu. Yfirgnæfandi meirihluta svínakjöts innflutnings og þetta ekki afurðastöðvar í einhverju dreifðu eignarhaldi bænda út land. Þetta eru 2 fjölskyldur á höfuðborgarsvæðinu sem eiga þessi fyrirtæki sem væri þar með komin í algjöra yfirburðastöðu og ég leyfi mér bara fullir að það í engu vestrænu ríki yrði því leyft að gerast. Það eitt fyrirtæki í Danmörku sem sér alla slátrun á svínum þar í landi sem miklu stærri markaður. Jú, en engar síður heyrir undir sko meðal samruna eftirlit samkeppnislöggjafarinnar og undir þeim skilyrðum sem að það eru sett. En þannig að það er ekki rétt hjá það að þessi bara eitt fyrirtæki öllum. Nei, ég að segja þetta geti gerst án atbeina samkeppnisyfirvalda og það stóri munurinn á okkur og segjum Danmörku og Noregi. Það eru sko tugir dæma og tilgreindir í umsögn samkeppniseftirlitsins sem frumvarst drögin á sínum tíma að samkeppniseftirlit í ESB-landunum í Noregi hafi beitt sér í samrunamálum til að setja skilyrði til verndar bændum og neytendum. En það kemur ekki í veg fyrir að það sé einn aðili sem gerir þannig bara ég nefni þetta konkrétt dæmi að þú nefni svínakjöti. Já, kannski vantar þessa kvalifiseringu hjá mér að það gerist án atbeina samkeppnisyfirvalda. Það það sem getur gerst hér. En horfum hins vegar aftur á hagsmuni bænda. Ég hugsi yfir því þegar það fullyrt að það sé full samstaða þetta í bændastéttinni. Og kannanir sem samkeppniseftirlitið gerði í tengslum við samruna Kjarnafæðis og Norðlenska sýndu að yfir 80% bænda töldu sig vera í veikri stöðu gagnvart sinni afurðastöð, í veikri samningsstöðu. 75% sögðu að þeir hefðu engin áhrif á stefnuna hjá afurðastöðunum. Og svo vill hann svo til sko stundum verður maður eiginlega svona óvart talsmaður einhverja sjónarmiða sem maður vissi ekki maður væri talsmaður fyrir. Þannig að til dæmis eftir að þessi lagasetning gekk í gegnum svona tíma og samruni KS og Kjarnafæðis Norðlenska hófst, þá fór ég að fá
síntöl frá bændum á Norðurlandi sem að vildu spjalla við mig það hvort það væri nú ekkert vit í þessu sko. Þú ert vonið talsmaður bænda hvað kaupfélagi Skagfirðinga? Já, ég skal samþykkja bændurna. en eins og ég segi sko, ég á bágt með að skilja. Hvers vegna það eiga að vera til dæmis hagsmunir bænda að viðsemjendum þeirra fækki og kaupendum þeirra afurða fækki og að fólk eigi ekki raunverulegt val. Spyrjum bændurna sjálf. Já, það nákvæmlega þannig. Spyrjum bændurna sjálf. Tölum það á eftir. Ég held að það sé hægt að spyrjum bændurna núna. Miklu frjósamara samtal það. Við erum með sko Ég hér í fullu umboðu bænda. Já, ég þóra fullir það. Það óvíst með umboð þitt gagnvart. Já, þannig ég ætla að setja ákveðin kínamúr hvað þetta varðar. Og þetta eitthvað sem ég og félagsmenn samtakana eru algjörlega komin nóg af. Það það hvort að sé þessi eða hinn eða forstjóri opinber eftirlitsstofnunar sé að tala fyrir máli bænda með hagsmuni þeirra leiðarljósi eins og þeir sé ekki bara fullfærir að gæta sinna hagsmuna sjálfur. Já. En þá spyr ég á móti. Ég ekki búin, ég enn að tala. Myndum á. Já, ég skal minna þá. Fyrsta lagi, upphaflegt frumvarp af því þú talar afurðastöðvar í eigu fjölskyldna. Þú átt að vísa í svo kallan hvítageira, svínakjöt og kjúkling. Í fyrsta lagi hefði upphaflegt frumvarp bara tekið til þeirra aðila. Já. Þess vegna var mikilvægt þegar það átt að vera að fara að horfa eins og sauðfjárslátrun og annað og stórgripi. Hagræðingin sem slík framleiðslukostnaðurinn gríðarlegur. Getið ímyndað ykkur því að hafa fullbúið sláturhús og sláturlínan að hún bara notuð 6 vikur á ári. Það forvitnilega tölur í þessari Deloitte-skýrslu frá 2021, þar sem að sauðfjár ekki nýtingin og sauðfjár sláturhúsunum 31% og 61% í stórgrippunum. Nei, það er öfugt, 61% í sauðfjárnum, 31% í nauðgrippunum, stórgrippunum. Það þetta rosalega, það kannski rétt að spyrja þig Ólafur, að því að þínir félagsmenn nú allir í hörkur ekstri. Þetta þetta ótekst, það getur enginn haldið uppi verðmætaframleiðslu þar sem að nýtingarhlutfall á fjárfestingareignum með þessum hætti. Enda sagði ég hérna áðan, við höfum fullan skilning á því að fólk vilja hagræða. En við viljum að það gerist innan ramma samkeppnislöggjafarinnar. Og þegar að Margrét segir að hún sé búin að fá nóg af því að aðrir tali fyrir bændur, þá hef ég mögulega kannski líka ekki mikið þol fyrir því þegar menn segja til þess að gæta hagsmuna bænda, þá þarf að ganga miklu lengra heldur en í nokkru nágrannaríki okkar. Það er verið að í rauninni að nota sleggju á vandamál þar sem að skrújárn ætti kannski bara betur við. Með því að til dæmis setja engar hömlur við því einfallega að samkeppni sé hugsanlega útrýmt með að taka samruna eftirlitið úr sambandi og með því að búa til þennan gríðarlega aðstöðu mun á sama markaði. Það var hægt að ná hagræðingu í kjötiðnaðinum án þess að stíga öll þessi skref. Nú ætla ég aðeins að fá grípendinni. Þetta einfaldlega, ef þú horfir á þess, við erum ekki hluti af innri markaði Evrópu hvað varðar landbúnaður. Við getum ekki flutt, af því við erum eyland, við getum ekki flutt sláturgripi yfir til Rúmeníu og slátra þar og unnið það í Þýskalandi og pakkað í Pólandi og svo sent til þinna félagsmanna til dreifingar. Það ekki hægt. Það gert í Evrópu? Þetta staðreyndir, það innri markaður Evrópu sem virkar þarna. Af því þetta meginland Evrópu. Sama hverju líður, þá erum við eyja í ballarhafi. Við erum og sama hvað einhverjir halda eða vilja halda fram, þá munum við aldrei tilheyra meginlandi Evrópu. Og við skulum bara hafa það alveg skýrt líka, svo ég segi það aftur, að þetta ekki samanburðarhæft. ESB-löggjöfin, hún ekki löggjöfin innan EES-réttar hvað þetta varðar. Við tilheyrum ekki þessum innri markaði. Var þetta að því þú nefnir mjólkina og opinbera verðlagningu, myndirðu vilja taka aftur upp kjötverðlagsnefnd? Nei, bara alls ekki. Nei, nákvæmlega. Og ég myndi vilja hafa miklu frjálsari markað líka í mjólkinni. Já. Bæði afnema samkeppnisundanþágun og opinberu verðlagningu. Gerirðu grein fyrir hvað kostar að framleiða mjólkulítur? Já. Og ég ætla líka... Ég skoða verðlagsgrundvöllin reglulega.
Ég ætla líka... Hver gerir það ekki? Þú kannt að hafa gaman. En sko árið 2014 kemur út með það að til dæmis að hagræðingin í mjólkinni sem átti sér stað 2004 að það skilarði 2 milljörðum á ársgrundvelli til neytenda og 1 milljarður til bænda. Þetta frumvarp hér, og ég átta mig ekki alveg á hvað við erum að ræða þetta, það sem ég myndi vilja og það sem við höfum talað fyrir og bændur hafa talað fyrir, og þið sjáu það líka umsögnum við frumvarpi ráðherra núna, við þessi frumvarpi, að það er einhuga, það er búnaðarsambönd þarna fyrir norðan sem trekk ítrekka í fullu umbúðu sinna félagsmanna sem eru líka félagsmenn okkar og þarna hafa bændur lagt kannski fleiri 20 kílómetra leið til að fara þann fund til að álykta þetta. Þannig að umsagnendar þarna eru það að það eigi ekki anút í eitthvað, heldur bara öndum aðeins ofan í kviðinn og býðum eftir þessu frumvarpi sem ráðherra hefur talað að við myndum kannski aðeins fá að vinna þetta í sameiningu og er það ekki bara málið? Þessi löggjöf sem eða afnám þessara löggjöfa sem boðað núna, er það ótti manna við að núna verði sett á yfirsnúning í að sameina allar þessar afurðastöðvar þannig að það verði engin samkeppni? Það er bara nákvæmlega það, þannig að það verði ekki aftur snúið. En það hefur ekki orðið á þessum tíma þó þessi stóri samruni hafi orðið milli Kjarnavega Norðlenska, þá eru afurðastöðvarnar ennþá... Nei, dómurinn í nóvember í rauninni frestaði áhrifum lagasetningarinnar. Nú er bara búið að opna gluggan aftur sko, eftir að dómur Hæstaréttar féll. Þannig að já, okkur finnst mikilvægt að afstýra því. En sko, þegar við erum að tala innri markaðinn, í umræðinu þetta mál er iðulega vísa til þess að hér hafi bara verið breytt lögum í fyrra til samræmis við það sem gerist í Evrópusambandinu og Noregi. Ég bara var að tala við þingmennum þetta fyrir nokkrum dögum og þeir héldu þessu fram og ég þurfti að leiðrétta það af því að við göngum einfaldlega miklu lengra. En við megum ganga lengra. Það er vísað í samningurinn stoppar okkur ekki. Ég er sammála því. Ég er bara að tala hvort það sé skynsamlegt og gott eða ekki. Þessi löggjöf, hún heyrir ekki undir Þessi já, og það er bara þannig. Ég held að það sé óskynsamlegt og vont. Og samanburðarhæfnin er ekki hægt að bera saman við 400.000 manna samfélag sem eru svo lítið útkverfi við Kaupmannahöfn að við getum borið saman þetta. Já, sko, þar er ég aftur ósammálaður. Við getum bara sko strokað samkeppnislöggjöfina út úr bókinni. Ef við ætlum alltaf að segja við erum svo lítil og allir út í heiminum eru svo stórir. Að við getum ekki keppt við þannig að fá undan þá sem samkeppnislögum. Samkeppnislögunum er ekki kippt úr gildi þarna. En þið viljið ekki mjög stórum hluta. Þið viljið stóra auka samkeppnin á þessu markaði, þið viljið afnema þessa tollkvóta og stóra auka umflutning á kjötafurðum frá Evrópu eða hvað sem er. Nei, það er ekki hægt að segja það. Þínir félagsmenn við viljum að tollkvótunum séu úthlutað með skynsamlegri hætti. Þannig að þessi uppbóð sprengi ekki upp að þeim verðið. Við höfum ekki talað fyrir því að það verði farið í sko frekari tollalækkanir eða eitthvað annað slíkt á kjöt til dæmis. Við höfum frekar talað fyrir því að það verði felldinn við tollar til dæmis á alls konar vörum þar sem að tollarnir verði ekki neitt af því að þeir eru ekki framleiddar á Íslandi. Tökum bara alls konar blómategundir, franskar kartöflur og svo framvegis. Tollar á franskar kartöflum? Já, 46%. Alveg, já. Ef við horfum á sko landbúnaðinn svona sem okkar verðmæti þá höfum við vissulega stundum sett spurningamerki við tollverndina sem á hvítakjöti nýtur því að það er ekki beint þessi hefðbundni landbúnaður út sveitir sko, sem við teljum sjálfsagt að vernda og höfum ekki lagt til að það verði gengið eitthvað miklu lengra í afnámi tollverndar til dæmis, hvað var það sko, nauta og lambakjöt. En nú er þessi markaður pínulítill, við erum sammála það hvort sem að það kalla á aukna vendið ekki, það hefur verið bent á það til þess að öll íslensk kjötframleiðsla er það bil 5% af framleiðslu Danish Crown sem er nú bara 5 milljóna ríki hér í námunda við okkur og stendur reyndar í miklum útflutningi. Hvað sjáið þið, fyrst að þið berið hagsmuni bænda svo mjög fyrir brjósti, Ólafur, hvað sjáið að hægt sé að gera til þess að bæta stöður? Staðan ekki síst í sauðfjárræktinni er algjörlega óboðleg. Sko, eitt af því sem ég held að ég að gera, bændasamtökin auglýsa þessa dagana eftir samtali landbúnaðinn og við höfum sagt, Margrét mér að rósaði mér í grein sem hún skjöði í gerða fyrirtæk. Ég stend virkilega við. Hvað ég tók vel í þessu auglýsingaherferð því að mér finnst þetta að vera flott nálgun. Að þarf eitthvað samtali það hvernig sko hagsmunir til dæmis bara verslunar, neytenda og landbúnaðar liggja saman.
Ég held að það eigi að bakka með þessar mjög svo drastísku breytingar eins og búið að koma nokkur sem fram hér og byrja upp á nýtt og fá til dæmis, já, sko samtökum og fyrirtækjum sem eru sannanlega í eigu undir stjórn bænda, þær heimildir sem að fyrirtækja hafa í löndunum í kringum okkur. Ég held að sko, það tækifæri sem var við lagabreytingarnar í fyrra til að styrkja stöðu bænda gagnvart afurðastöðunum, það fór algjörlega forgrunn. Og þar hægt að byrja upp á nýtt. Síðan náttúrulega bara svo margt annað sem að þarf að styrkja stöðu gagnvart afurðastöðunum. Já. Afurðastöðunar eru bundnar í því að þær eru að nýta fjárfestingar eignir sínar skelfilega. Það myndi eiginlega hvert einasta fyrirtæki fara á hausinn sem að myndi leyfa sér að gera svona öllu óathugðu. Ef þú skoðar eigið fé fyrirtækjanna, Kjarnafæði var í ársbyrjun 2024 með 13,7% eigið fé, þegar það skuldsett upp í rjáfur, atvinnutækjan orðin gömul. Það fyrir endur eftir í hvernig skoða, sko. Hvernig ætlar það þá? Sláturfélag Suðurlands, Stjörnugrís og KS til dæmis eru bara með mjög góðan rekstur og efnahag. Já, reyndar af ýmsum ástæðum líka. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa greinina. Nei, en greinin yfir höfuð illa stödd meðal annars út af nýtingarhlutföllum sem ég áður nefndi. Ef þú ætlar að styrkja stöðu bændanna gagnvart afurðastöðunum eins og nefnir, þá er það bara dauður. Nei, ekkert endilega. Ekki verum leið að tala hagræðingu, sko. Innan ramma samkeppnislöggjafarinnar í samstarfi við samkeppnisyfirvöld. En þetta svo sem bara eitt af því sem þarf að gerast í íslenskum landbúnaði. Ég held að það eru búvörusamningar framundan. Ég held að það þarf að gjörbreyta styrkjakerfinu, færa það frá styrkjum sem eru framleiðslu tengdir og samkeppnishamlandi og í miklu meira sko búsetu styrki tengda umhverfismálum og ræktun og annars líkt svona svipað og í mörgum löndum í kringum okkur, til dæmis í Evrópusambandinu, borga fólki eiginlega, getum við sagt, með frekar fyrir að búa þar sem það býr og gera það sem það gerir, heldur en styrkirnir séu beinlínis framleiðslu. Hvað er þá hvatinn að framleiða? Ef þú fær bara að sitja heima hjá þér og fá bætur? Já, neytendur vilja góðar vörur, sko. Það er hvatinn til að framleiða. Og bændur eru líka eingöngu að vinna fyrir neytendur og það virðist oft gleymast í þessu og það er verið að tala fyrirtæki í eigu bænda að þeir séu nú ekki svo miklu eigu bænda. Þetta bara rennur, vissulega eru þau eigu bænda, ekki alfarið eigu bænda, ekki endilega meira hluta eigu bænda, en það er einfaldlega þannig að bændum hefur fækkað. Þess vegna hefur eignarhlutfall bænda í þessum félögum þynnst út og þar eðlilega þarf þá að kalla inn aðra aðila inn. Eins og til dæmis Sláturfélag Suðurlands, ég held að það sé lífeyrissjóður sem eigi því. Það er líka bara samfélagsleg ábyrgð. Heldur að þau séu að ríða feitum hesti fyrir því að eiga sláturhús? Nei, þeir eru ekki að ríða feitum hesti þar. Það sýnist á reikningunum að það sé ekki mjög spennandi. Það er það, og svo maður heldur ekki gleyma því eins og með samvinnufélögin og annað. Nú er þetta flest allt samvinnufélög og það er þá verið að tala svæðisbundinn stuðning þar sem samvinnufélagið er og allt þetta. Það má hafa skoðun á þessu eða hinu samvinnufélaginu. Ég heldur ekki hér til að tala máli eða ekki máli afurðastöðvanna. Ég er að tala máli bænda. Það var lagabreyting hérna núna bara samhliða í raun og veru þessi frumvarpi til þess að það yrði ekki farið út með þannig að félagsaðilar í þessum samvinnufélagum gæti ekki tekið út í stoppsjóði hagnaðinn. Það er að því þú hefur og fleiri hafa verið að segja við þurfum að berjast gegn sérhagsmunum með almannahagsmunum. Þess vegna langar mig að spyrja þig, þegar þú talar sérhagsmuni, hvað áttu eiginlega við? Ég er að tala til dæmis bara svona, tökum aftur bara dæmi af kaupfélagi Skagfirðinga, þar sem að sem í þessu samvinnufélag, á meðan að þú og fyrirtæki sem þú í þínu félagskap veltir jafn miklu, eða 20 milljörðum, jafn miklu og styrkur landbúnaðarins á ársgrundvelli sko, og það fyrirtæki í eigu eins aðila, einstaklings. Af hverju heldur að þessi málstæður sem ég er að tala fyrir njóti líka stuðnings sko neytendasamtakana og verkalýðshreyfingarinnar? Já, ég spyr mig að því. Já. Ég spyr mig að því. Þarna er aftur verið að etja saman. Nú ætlum ég bara aðeins að fá að svara eins og ég á kyn til. Það er einfaldlega þannig að mér finnst bara þessi málflutningur, það er alltaf verið að höggva í sama knérinn hérna. Og það er einfaldlega þannig, þetta er bara eins og, þú veist, mér finnst þessi málflutningur verið eins og einhverju betlikellingar og Njálu sem voru þú veist, Gunnar og Njál, þeir voru bara fínir félagar. Þeir voru í sama liði, rétt eins og bændur og neytendur. Aftur á móti Hallgerður og Bergþóra. Þær voru að gera allt þess að elda grátt silfur saman og knésetja það. Er ég Hallgerður? Þú ert, sko... Ekki eftir með kartnögl. Og ekki síðu hárið. Nei, þú veist, bara þannig að, þú veist,
sko, við hljótum að sjá það að íslenskur landbúnaður almannahagsmunir. Við hljótum að vera sammála Það eru samkeppnishömlurnar og sko, einokunar hættan sem að stendur í okkur. En auðvitað í sammála því að öflugur íslensku landbúnaður eru almannahagsmunir. En ekki menn bara... Þessi löggjöf finnst við sko, það svo margt gallað við hana. Mér finnst þetta mjög merkilegt að sko, hún fékk náttúrulega enga almennilega skoðun. Það var ekkert nýtt umsagnarferli þegar það var búið að gjörbreyta frumvarpi ráðherrans. Það var sérfræðingar voru ekki kallaðir til. En Hæstiréttur er búin að stjórnarskrá er ekki að fara ofan í efnið sko. Hæstiréttur tekur ekki efnislega þessu en þú ert að tala þarna þinglega meðferð og Hæstiréttur komst á þeirri niðurstöðu þessu var hafnað. Ég er að tala þinglega meðferð sem var engu að síður léleg. En Hæstiréttur er mjög ítarlega yfir þetta. Já, ég er að tala að það var ekki gert neitt áhrifamat. Ég er að tala það var ekki farið að ráðum sko, starfsmannaþingsins og ég er bara komið nýtt frumvarp, leggja frá nýtt frumvarp farið í nýtt umsagnarferli. Veistu það, ég ákveður að ræða þetta. Hæstiréttur búin að dæmi málinu og ef ekki bara láta þar við sitt. Sko, formið eitt og efnið annað. Ég er bara sjálfur settið og talað við sko, stuðningsmenn frumvarpsins sem hafa viðurkennt að þeir sá ekki sko, áhrifin fyrir. Ég rætti þetta með hvítakjötið og hugsanlega samruna þar, bæði við Sigurð Inga Jóhannsson og Þórarinn Inga Pétursson sem var nú framsögumaður málsins. Báðir sagði, við sáum það ekki fyrir. Þar var mögulega bara gengið á langt hjá okkur. Þórarinn Ingi sagði, þar sem við vorum að spjalla saman á bylgjunni, hann sagðist ekki að hafa séð fyrir að hann og fleiri bændur sem áttu í búsæld eru þvingaðir út úr því félagi, þó þeir vildi ekki selja. Bergþór Ólason sem var formaður þingflokks miðflokksins sem var studd í málið sagði, bara það kemur í ljós að netinu var kastað miklu víðar heldur en nokkur áttaði sig á. En er það ekki bara allt í lagi að Guðmundur Ingi sem var varaformaður og starfandi formaður stjórnarflokksins VG á þessum tíma segir við bara gengum að langt, við fórum fram úr okkur og það þarf að vinna allt málið upp á nýtt. Ekki allt upp á nýtt, af því þetta 20 ára. Ég skil, en þetta ekki þannig að vinna málið upp á nýtt. Þetta búið að eiga sér svo langan aðdraganda, ég hef ekki tíma til þess að rekja því. Ég finnst sko hamagangurinn í stjórnarandstöðinu á þinginu út af þessu máli skrítinn, meðal annars vegna þess að menn hafa einfaldlega sjálfir viðurkennt að þeir sáu ekki mögulega áhrif þessar lagasetningar fyrir. En það var rosalegur hamagangur líka í þinginu þegar að löggjöfin var sett og ekki síst þegar Héraðsdómur felldi dóm sinn. Þið voru með mjög stór orð, lögmaður ykkar sem þetta líka lögmaður innis í málinu, Sigmar Guðmundsson í þinginu og fleiri höfðu uppi stór orð, töluðum stjórnarskrárbrot, óðu mjög hart í þingmenn sem stóða þessu. Skuldið þið þessu fólki ekki afsökunarbeiðni út af þessu? Ég man ekki hvað lögmaðurinn okkar sagði, ég man að það sem ég sagði var að algjörlega burt séð frá því hvort að En þið sögðu að þetta væri stjórnarskrárbrot, nú verið komin niðurstaðið það, nú ljóst að þetta það ekki. Dómstóllinn sagði það. Já, en nú komin, það sem ég sagði, nú komin niðurstaðið að svo ekki. Efnislega, og ég stendi það, efnislega, algjörlega burt séð frá því hvort málið telst vera innan ramma stjórnarskrár eða ekki, þá var það gallað, illa unnið og til skada. En þið höfðu líka stór orð lagasetninguna og fullyrtu stjórnarskrárbrot hefði verið að ræða, svo ekki. Ekki að mati Hæstaréttar, en allt hitt stendur eftir. Hæstaréttur eini og endanlegi úrskurðar. En að kveða dómum formliðina. Ég átti með hvað Ólafur er að segja þetta. Hann er að segja að það er búið að kveða upp formlega ramma þessara löggjafar, en það er ekki búið að kveða á efnislega. En efnislega, hverju erum við bundin af? Við erum sjálfstætt ríki, við erum fullvalda þjóð, við erum 400.000 manna samfélag, við erum ekki bundin EES-rétti eða annað. Og annað eins og má ég líka klára hérna, að þú veist eins og með Noreg, það er vísað í Noreg, Noregur er með öðruvísi undanþágu. Þeir eru með hvað? Undanþágu við samráði fyrir aðalega sem eru markaðsráðandi stöðu. Það er haldið inni hérna, en að samaskapi kemur inn önnur undanþága og sú undanþága er undir eftirliti samkeppniseftirlitsins. Þannig, og það eru þau skilyrði sem samkeppniseftirlitið setti í samruna kjarnafæðis og norrlenska ári 2021. Allt miðar þetta í grunninn af því að auka hagræði og þið virðist vera sammála það. Hagræði bændum og neytendur til heilla. Býta aðeins, í þessari skýrslu frá Deloitte sem er mjög áhugaverð lesning, það er talað um að þetta ná fram 1,5 milljarðs hagræði í afurðastöðunum ef að gengið er í þessa átt. Þar er sviðsmyndin svo að það verði eftir 3-4 sauðfjársláturhús og 2 stórgripa sláturhús. Væri það ekki bara elegant fyrir markaðinn og neytendur? Það væri ekki galin staða.
En eins og ég segi, við höfum bara enga tryggingu fyrir því að það endi ekki eins og í mjólkinni. En ekki fíllinn í stofunni sá að menn eru skítræddir við samkeppniseftirlitið sem hefur verið að setja allskyns furðuskilur á síðustu árum og verið að vasast í málum sem að enginn skilur upp niður í og dregur svo menn á asnaeyrunum kannski áratug fyrir dómstóla og þreytir þá eða gengur frá þeim. Þar ég bara ósammála. Þú þarf ekki að vera ósammála, það er bara staðan málsins. Að mestu leyti fyrir minni og meðalstór fyrirtæki, þá hefur samkeppniseftirlitið ofta reynst drjúgur bandamaður bæði í rústa smáverslun út á landi með bæði í baráttu við yfirgang stórfyrirtækja og ríkisins. Þannig að þú þekkir þessa sögu með dæluna á eldsneytismarkaðnum. En horfum nú bara til dæmis á kjötmarkaðinn. Verslunina í Stykkishólmi sem horfum á kjötmarkaðinn og samruna Kjarnafæðis og Norrlenska. Þar voru bara sett ljómandi skynsamleg skilyrði sem ég held að allir séu bara ljómandi sáttur við. Sem nú búið að lögfesta. Þú ert að tala sameiningu fyrirtæki sem að síðan var keypt. Nei, við erum að tala þetta annar sameining. Þú ert að tala sameininguna já. Það fyrirtæki var komið í 13,7% eigið fé. Þetta gekk nú ekki betur en svo að fyrirtæki var komið á vonarvöld. Já, engan síður. Það er ekki góð niðurstaða. Var þarna samruni innan ramma samkeppnislaga? Er það þá markmið inni svo ykkar að afurðastöðurnar séu þá bara lepjandi dögun og skeri eins og það verið að gera? Alls ekki. Ég held að séu ekki að hlusta á það sem ég er að segja. Sko. Allt saman? Og meira til? Já, við höfum fullan skilning á því að það þurfa að eiga sér stað hagræðing í kjötiðanum. En við teljum hann að fara fram innan ramma samkeppnislaga án þessara undanþága eins og það voru samþykktar og undir eftirliti samkeppnisyfirvalda. Við teljum að heildarhagsmunir séu best tryggðir þannig. Talandi samkeppniseftirlitið sem að þú ert svo ægilega hrifinn af. Þeir stigu inn í eftir að dómur og kveðinu upp og vöruðu kaupfélag skagfirðinga við það að fækka fólki. Hvað myndu, og það er að segja í hagræðingarskyni, hvað myndu þínir menn hjá Ölgerðum eða hvað þessi fyrirtæki vil heita segja ef að samkeppniseftirlitið færi að segja mönnum fyrir verkum það hversu marga þeir ætti að hafa störfum á lagarnum og hver ekki. Já, samkeppniseftirlitið varar alla mögulega við öllu mögulegu og mínir félagsmenn hafa þurft að sæta alls konar aðvörunum og skilyrðum þeirra hálfu. Hvað fannst þér til dæmis Já, ég held að það sem að samkeppniseftirlitið var að fara í þessu tilviki var það að það var ekki víst að samrunandi gengi eftir. Þannig að menn skildu svona hugsa sér tvisvar áður þeir færa að reka fólk á grundvelli þess. En samrunarnir höfðu gengið í gegn? Já, ekki endanlega, eins og ég skil máli. Hvað segja bændur við þessu? Eru þið skítrædd við samkeppniseftirlitið? Er það ástæða þess að verið að kippa þessu sambandi? Ég nú bara þannig að Guði gera, ég ekki hrædd við neitt þannig séð nema mís. Já, það ekki, við erum ekki með þær til manneldi sem... Nei, en ég ekki hrædd... Anna Bóndarsson hún á Sýslunni sem er forstjóri samkeppniseftirlitsins. Hann á alveg að hafa skilning á þörfum bænda. Já, það enda líka talsmaður þeirra augljóslega eins og hann hefur verið í sínum málflutningi að gera það lítið úr bændum að þeir get ekki svara fyrir sig sjálfur og gera með þess að reka því að draga í efa lýðræðislega kjörna fulltrúa stjórnar bændarsamtakana sem ég vinn í umboði fyrir. Þú veist, það er nú bara eitthvað sem ég ætla ekki að eyða tími eins og ræðum. Já, þú berðar nú samt að ból hér. Já, mér finnst að vera svona að vísa að því, þannig ég ætla bara, þannig ég ætla að gera svona, þessi ummæli falla sjálft sig. Þið eru ósátt við forstjóra samkeppniseftirlitsins. Mér fannst þessi ummæli, þau voru bara, ég var fyrir verulega vonbrigðum að heyra þau. Og ég hef ekkert að móti Páli Gunnari, þetta snýr ekki að því. En ég var fyrir verulegum vonbrigðum, við getum orðað þannig. Og mér finnst það ekki sæmandi forstjóra eftirlits að tala svona. En hefði nokkuð falist í því of mikil kostnaður eða of mikil tilætlunarsemi að þessi fyrirtæki færi mitt í gegnum samkeppnislöggjöfina eins og hún gilti áður en þessi löggjöf fór í gegn í fyrra? Nú áttaði mér bara einfaldlega ekki á því, ef ég á að segja algjörlega eins og er. En þarna er það einfaldlega þannig að hagræðingarþörfin er gríðarleg, þarna var komin leið og ég er ekkert að segja að þetta sé besta leiðin. Það má heldur ekki að halda því fram. Lögin eru mannanverk og þá er hægt að bæta þið. Það sem við erum bara að segja, ekki fellaðu gildi núna fyrir að það er komið annað frumvarp sem tekur við. Er það ekki alveg valið sjónarmið að menn séu ekki að krukki þessu með þessum hætti? Menn þá ekki bara setja nýja lög? Það gegnum býsna hægt að
koma yfirleitt frumvarpi í gegnum þingið. Ég held að fyrsta frumkvæðið að þessu frumvarpi hafi komið vorið 2020 og það verður að lögum sem sagt 24. Ég hef miklar áhyggjur af því að þessu gluggi yrði opinn í önnur 4 ár. Bara stórar áhyggjur. Já, og hvað þá ef það er ekki annað tilboð? Þannig þú ert að segja það að þú ætlar að fresta allir að hagræða eitthvað til bænda að öðru leyti. Þannig við erum sammála þarna. Nei, við erum ekki sammála. Já, og þannig þú ert að segja það að þú ert hræddur að þessi gluggi sé opinn í 4 ár. Já, vegna þess að það sé ekki hægt að komast að einhverju betri niðurstöðu. En við erum tilbúin að leggja talsvert á okkur til þess að það sé hægt að komast að þeirri niðurstöðu. Já. Við erum alveg tilbúin í samtalið það. Og það á svona uppbyggilegum nótum. Bændur munu ekki standa í vegi fyrir því. Þetta eru við í sama liði. Hér er komin á hinn eilífa og góða sátt sem ég hefði lítast eftir með þessu viðtali. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna Margrét og Ólafur. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt í stórum málunum eða vettvangi stjórnmálana. Hingað er komin í hús Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Keresis. Hann hefur ýmsar skoðanir, meðal annars á veiðigjaldafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem á að keyra í gegn á næstu dögum og ég ætla að fara yfir þau mál og spurningunum það hvernig við sköpum verðmæti með bestum hætti og öflugustum í landinu. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Komið sæl að nýju. Við þökkum Margréti og Ólafi fyrir hressandi samtal búvörusamninga og búvörulög og hvað þetta allt heitir í sambandi við landbúnaðinn, mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur Íslendinga. En það eru fleiri mikilvægar atvinnugreinar í landinu, eins og allra mikilvægasta eru þetta sjávarútvegurinn og það stendur mikill styr hana þessa dagana í kjölfar þess að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók ákvörðun að tvöfalda veiðigjöldin í einu vettvangi, sennilega úr 10 milljörðum það bil í 20 milljarða á ári hverju. Einn af þeim sem hefur lagt orð í belg í þessu máli öllu er Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi og forstjóri Keresis. Það fyrirtæki sem ekki í sjávarútvegi en vörurnar sem það framleiðir tengist sjávarútveginum órjúfandi böndum. Þorskroðið, þetta ótrúlega fyrirbæri sem að lækna fólkum víða veröld í dag. Hann komið hérna til mín og við ætlum að ræða aðeins sjávarútvegin, atvinnusköpun, verðmætasköpun í landinu okkar góða. Blessaður og sæll. Já, sæll. Ég vil nú að viðurkenna að það komið dálítið á óvart þegar þú lagðir orð í belg þessi mál. Það flestir þeir sem komast hjá því að ræða þetta, þeir snert ekki á því að þetta er viðkvæmt og svona eldfimt mál. Já, en þetta er bara mjög alvarlegt og það gengur afskaplega vel núna í Keresis og á Vestfjörðum og það er uppgangur í atvinnulífinu á Vestfjörðum. En núna er svolítið að skyggja fyrir sólu. Það voru lagðir ofurskattar á skemmtiferðaskip. Nú er verið að tvöfalda veiðigjaldið. Mismunandi máta, það getum að hækka miklu meira á suma reyndar en tvöfaldast og minna á aðra. Þá að endurskoða fiskeldisgjöld. Það er verið að það verið vetrarþjónustu á vegum, það er verið að seinka vegaframkvæmdum. Þannig að það er bara ekkert sérstaklega svona ljóst yfir. Eina sem er ljóst yfir það er vestri, það gengur vel í fótboltanum hjá vestra. Já, heldur betur. Það er mikilvægt. En þannig að þetta er ekki gott sko og við lítum tilbaka á Vestfjörðum svona síðastlega áratugi, þá hefur ekki gengið vel þar í atvinnulífi. Eftir að við veittum á mikið, upp á 80 og settum á kvótakerfið, þá hefur verið samdráttur á Vestfjörðum. Fólk hefur flutt þaðan, skipin sigldu burt, þau voru seld til útlanda, aðra landshluta og fyrirtæki fór á hausinn. Það fækkaði í skólunum, en núna er allt í einu staðan svo að það eru fleiri krakkar í skólunum, það eru fleiri krakkar í tónlistarskólunum, það var aldrei verið stærri árgangur í menntaskólunum í Ísafirði núna, fasteignaverðir að hækka, það er fólk að flytja í bæinn, það gengur mjög vel í Keresis, gengur vel í fiskeldinu, gengur vel í sjávarútveginum, það eru kafarar, dýralæknar, tölvufólk að vinna með róbótana sem sjáum að skammta fæðið í kvíarnar og skynja svo á botninum hvort að það sé verið að skammta of mikið fæði. Þannig að það er uppsveifla en nú á að taka allavega þessu uppsveiflu burtu og flytja þennan efnahagslega ávægning bara með einu pennastriki frá Vestfjörðum til Reykjavíkur og það er ekki gott.
Einhverjir myndu segja að þetta væri full dramatísk lýsing og það segir reynda stjórnarmeirihluti eins og ég taki mér stöð með þeim, þeir segja þetta bara fyrirtæki sem eru aflögufær, þetta fiskurinn okkar og menn verða að gjöra svo vel að borga. Já, kannski, sko, það gengur vissulega bærilega í sjávarútvegi og hjá nokkrum fyrirtækjum gengur sérstaklega vel. En ef við bara lítum á þetta í öllum heiminum, að í heiminum öllum gengur ekki vel í sjávarútvegi. Flest lönd í heiminum nema Ísland, öll lönd í heiminum nema Ísland, eru með neikvæða afkomi sjávarútveg. Þannig að það verður ríkisstyrktur sjávarútvegur. Öll lönd? Öll OECD-löndin nema Ísland. Þar á meðal Noregur. Og hér á Íslandi gengur reksturinn bærilega hjá flestum, ekki betur en í öðrum atvinnuvegum. Svo er þetta nokkur stór fyrirtæki sem hafa náð að samþætta veiðar og vinnslu og eru rekið með mjög miklum hagnaði. Flest eru þau með svona mikinn hluta í uppsjávarvinnslu sem reyndar hefur gengið síðan illa undanfarin ár. Út af aflabresti? Út af aflabresti. En samt maður lítur tilbaka 10 ár, þá eru þarna nokkur stór fyrirtæki sem hafa náð ótrúlegum arði út úr uppsjávarvinnslu. En það sem er verið að gera núna með þessum skattahækkunum, sem kölluð leiðrétting, sem náttúrulega algjörlega rangt, en þetta er ekki leiðrétting, er að það verið að leggja hækka þennan skatt, veiðigjöld eru bara skattur, á alla línuna. Og ef við tökum til þess Ísafjörð, að það eru 11 fyrirtæki, það eru 11 sjávarútvegsfyrirtæki í Ísafjörði sem verða fyrir meira en 80% skerðingu á arði. Það er að segja ef þessi fyrirtæki högnust 100 milljónir í fyrra, að þá hefðu hagnast 20 milljónir með þessum nýju reglum. Og það er alveg augljóst að þetta taka 80% af hagnanum í burtu, að þá fara þessi fyrirtæki ekki að fjárfesta í nýjum bátum, betri vinnslulínum, róbótum eða röntgentækjum frá Marel eða nýjum færiböndum frá Ístekni, setja kannski út smá pening í nýsköpun með háa áhættu eins og Kerecis á sínum tíma. Þannig að þetta kemur þá bara allt til að kóðna niður og verða þá bara eins og í hinum OECD-löndunum, þar sem þetta er það sem er svona svartnætti yfir þessu neikvæðni, fólk er að flytja úr sjávarbyggðunum og þetta kóðnar bara allt niður. Og ég bara held að það sé ekki eitthvað sem við Íslendingar viljum. Og heldur að það gerist með þeirri kerfisbreytingu sem að blasir við þinginu núna? Já, með stórun hluta þessari fyrirtæki, já, algjörlega. Og kemur það hratt fram eða munum við sjá þetta gerast á löngum tíma? Þetta kemur til að taka nokkur ár að koma fram, 3-4 ár, vegna þess að þá koma bara fjárfestingarnar til með að vera skortur á fjárfestingum, við komum bara til með að sjá hann og sjáum bara málninguna flagna frystihúsunum, við sjáum bátana verða ryðgaða, við sjáum minni innkaup frá vélsmiðum eins og Ístekni, minni tækjakaup frá Marel, þessi fyrirtæki mun þá fækka starfsmönnum og þessi hvað kallar maður það þessi óbeinu störf sem tengja sjávarunum þau mun bara einfaldlega fækka. En nú þetta öflugt fólk sem stýrir landinu, öflugur forsætisráðherra, öflugur atvinnuvegaráðherra. Hvernig dettur þessu fólki í hug, hvað getur skýrt að miða við þessa mynd sem að þú dregur upp og segir að sé augljós? Já. Tvennt sem ég langar að tala það. Það er efnahagslegur vöxtur og svo þessi fyrirtæki sem gengur rosalega vel hjá. Ef við byrjum að tala efnahagslegan vöxtinn, að þá var þessi ríkisstjórn kosin og Kristrún Frostadóttir talaði mikilvæg efnahagslegar vaxtar. Að stækka kökuna, þannig að heildarskattarnir myndu hækka í krónutölu, ekki með að taka hærri prósentur, heldur með að stækka hefði efnahagslega fótspor. Þannig að fyrirtækin gengur betur, þeir myndu ráða nýju fólk, þeir fjárfestir nýjum fyrirtækjum, nýjum atvinnugreinum og heildarskattafótsporið stækkaði. Þetta er nákvæmlega sem hefur verið að gerast á Vestfjörðum. Ef við lítum tilbaka 5 ár á Vestfjörðum, þá er heildarskattsporið, það er 30 milljarðar síðastliðin 5 ár, en næstu 5 ár verður það 60 milljarðar, út af Kerecis, út af fiskeldinu og það gengur vel í sjávarútvegi. Og reynda að bætast 40 milljarðar ofan á það vegna þess að Kerecis var að selja hugverkin til móðurfélagsins. Það verða 100 milljarðar frá Vestfjörðum næstu 5 árin í staðan fyrir 30 ár eins og það var. Þannig að þetta er það sem við eigum að gera og ég er talsmaður þess að við eigum að stækka fótsporið. Við eigum að búa vel að atvinnuvegunum okkar, við eigum að vera með reglugerðir og eftirlit sem eru á hæfi, við eigum að passa okkur á gullhúðum, við eigum að einbeita okkur að vexti, nýsköpun og nýjum atvinnugreinum og við eigum að bora jarðgöng, byggja vegi, brýr og hafnir til að styrkja við þess og virkja til að styrkja við þessa nýju atvinnugreinar. Með því
þá eykst skattfótsporið og þá fáum við meiri peninga í samneysluna. Spáði í alla þennan vöxt á Vestfjörðum, svo 100 milljarðar sem eru að koma þar í staðan fyrir 30. Við þurfum þennan pening í menntakerfið, þar nú aldeilis þurfum að taka til hendinni, í heilbrigðiskerfið, í innviðina. Við þurfum breiðari skattstofna, en það gerum við ekki með að hækka prósenturnar og taka meiri peninga fyrr í virðisaukakeðjunni, vegna þá kemur bara minna út af endinum. Þetta eins og að borða útsæðið, ef með kartöflur, þá ef þú borðar á marga kartöflur, þá áttu ekki útsæði og þá verður uppskeran minni á næsta ári. Þetta var með efnahagslega vöxt, en tölum svo hvernig gengur í greininni. Það gengur bara ekkert rosalega vel í greininni. Eins og ég nefndi áðan að þú tekur þennan hagnað og eykur skattina, þá mun það skerða 80% af hagnaði 11 fyrirtækja á Ísafirði til dæmis. En það gengur ágætlega í ákveðnum hlutageirans, stóru fyrirtækjunum, eins og Samherja, Síldavinnslan og Ísólfsfélag Vestmannaeyja, fyrirtæki sem hafa verið ákveðlítið brim, reyndar ekki botnfiskvinnslunni þar, en hlutunum í brim í uppsjávarfiskunum, að þar gengur vel og hefur gengið vel, þó að reyndar hafi verið aflabrestur, en svona ef maður lítur yfir síðustu 50 ár, þá gengur vel þar. Og þarna sjá menn tækifæri til þess að ná fleiri skattkrónum í kassan, en í staðan fyrir að einbeita sér að þessum geira, þessum hluta, það sem gengur mjög vel, og þá menn að fara yfir alla línuna, og staðan bara brothætt eins og Vestfjörðum, að þar bara hefur ekkert gengið vel undanfarna áratugi, og það mjög mikilvægt að það fari einhver svona aðgerðir, að það sé gert á máta sem sanngjarnt og það sé bara talað hlutina eins og menn vilji tala þá. En ættu þá skattleggja sérstaklega þessi tilteknu fyrirtæki og láta þá hinn í friði eins og þessi sem þú nefnir á Vestfjörðum? Já, algjörlega. Ég held bara menn sem sjá ofsjónum yfir fjárfestingum Samherja í öðrum atvinnugreinum og Ísólfsfélag Vestmannaeyja, menn einhvern veginn finnast þessi fyrirtæki vera hagnast og mikið og vilja einhvern veginn ná meiri pening í ríkiskassan frá þeim, og þá fara menn þessa vegferð sem algjörlega röng. En nú hafa menn einn gagnrýnir punkturinn hjá stjórnvöldum eða meiri hlutanum í þinginu sá að menn hafi verið að fjárfesta í öðrum atvinnurekstri, þar að segja að það hafi gengið verið sjávarútvegi, menn hafi verið að fjárfesta í öðrum fyrirtækjum. Keresis dæmið þarum, þá eru sjávarútvegsfyrirtæki sem að lögðu ykkur til fjármunni, Gunnvör og aðri slíkir. Klofningur. En ég er ekki að gera athugasemd við það, en ég held að þetta sé hinn undirliggjandi drifkraftur fyrir þessar aðgerðir, að mönnum einhvern veginn finnist þessi fyrirtæki vera hagnast og mikið og vilji færa hluta af þeim hagnaði í vasa borgarana í gegnum ríkissjóð. En þetta einhvern veginn þora menn ekki að tala eða nefna, en ég held að þetta sé málið. En ef maður horfir í fyrirtæki sem ganga vel, til dæmis, ef þú skoðar til dæmis Danmörku, það eru fyrirtæki eins og Kirby sem á Lego, Maersk Møller, alls konar fyrirtæki sem ganga vel og eigendur þeirra, þeir eru náttúrulega fjárfesta í öðrum fyrirtækjum. Og það bara gott, ekki vill maður að menn taki þessa pening og leggja inn í kaupa einhvers amerísk skuldabréf eða eitthvað svoleiðis. Vilja menn ekki að fyrirtæki sem gangi vel, að menn taki arðinn úr þeim til að styrkja aðrar atvinnugreinar. Já, stjórnvöldin, svo ég taki aftur þeirra stöð, vilja greinilega miklu frekar að þeir fjármunni farin í ríkissjóð og sé endur úthlutað þá í vegaframkvæmdir eða en í heilbrigðiskerfið. En þá það bara að finna betri leið en að hækka skattan á línuna og stefna þessu efnahagslega vexti á Vestfjörðum og öðrum stöðum á landinu í uppnám. Og þetta líka bara landsbyggðarskattur. Við erum að tala að leggja ofurskatt á landsbyggðina. Og ég held að fólk átti sig á því að þetta ofurskattur á landsbyggðina að þá sjáum menn þetta öðruvísi. En þetta bara sett í einhvern annan búning, einhverju leiðréttingu. Þetta engin leiðrétting á hverju. Það er sett í búning að menn sé einhvern veginn að svindla á því að selja sjálfum sér og eitthvað svoleiðis. Og þess vegna sé skattgrunnurinn ekki réttur, en það er talað svokallaða milliverðlagningu. Þú varst á fundi í vikuna þar svo varst að ræða milliverðlagningu og þar hafa menn eins og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra talað einmitt á þá vegu að með milliverðlagningu innbyrðis hjá þessu fyrirtæki þá séu einhvern veginn að svindla, draga upp ranga mynd af raunvirði afurðana sem að fara á milli innlendra og erlendra eininga fyrirtækjana. Þú brigður á þessa túlkun þeirra? Já, það er bara einfaldlega ekki rétt, sko. En þegar fiskur fyrst veiddur á fiskiskipunum og svo fer hann í vinnsluna.
Sum fyrirtæki eru með þetta í sama fyrirtækinu, svo að þú með sama fyrirtæki sem á skipin og vinnsluna og stundum fiskurinn seldur frá veiðunum yfir í önnur fyrirtæki sem sér að vinna, flagga og snirta og pakka og svoleiðis og selja. Og annarkvort þegar fiskurinn seldur þetta beinviðskipti sem þá innan hús, milli tengdir aðila þá, eða þá ótengd viðskipti þegar maður að selja einhverjum þriðja aðila. Og svo líka þetta að selja markaði, annarkvort á íslensku markaði eða á erlendu markaði. Þetta bara þessar 4 leiðir. Annarkvort selur í beinu viðskiptum, sjálfum þeir einhverjum tengdum aðila eða ótengdum aðila, eða selur á markaði innanlands eða erlendis. Þetta bara þannig. Og ef mann að selja sjálfum sér, til dæmis þetta sama fyrirtæki sem með veiðarnar og vinnsluna, þá skiptaverðsmekanismi þar. Það sérstök stofnun sem passar að sig ekki vera að svindla á þessu og þar eru fulltrúar frá sjómönnum, þess að hluturinn hjá sjómönnum byggir á þessu skiptaverði og þeir passa upp á það að sé rétt skiptaverð. Verðlagsstofa skiptaverðs heitir þetta. Já, akkurat, í borgum á Akureyri. Og ég get alveg fullir það að sjómenn láta ekki svindla á sér í þeim viðskiptum. Þeir gefa ekki eftir krónu. Þannig að þar örugglega ekkert svindl í gangi. Svo annað sem menn að selja dótturfyrirtækjum erlendis. Eins og sum þessara stóru fyrirtæki eru með dótturfyrirtæki erlendis. Og þar eru bara landslög milliverðlagningu sem byggja á svona ramma frá OECD-löndunum. Til dæmis Keresis, við eigum dótturfyrirtæki í Bandaríkjunum, við erum að selja núna sáraróð fyrir 30 milljarða til Bandaríkjana, til dótturfyrirtækis okkar þar og þar þurfum við að gera skýrslu milliverðlagsverðlagningu. Þá fáum við einhverja lögfræðinga hjá endurskoðendur til að skrifa þessa skýrslu, hún svo send til ríkisskattstjóra. Ríkisskattstjóri kemur tilbaka, hann vill að þetta verði hæst, en það vill mest af skattinum koma á Íslandi. Svo fer þetta til Bandaríkjana og þar skattayfirvöld þar þau vilja verðið sér sem lægst svo þeir fá sem mestar tekjur þegar varan seld þar í sjúkrahús og þetta mjög flókið og kringum þetta bara ramma svona framework sem að OECD-löndin hafa búið til og eru sammála hvernig þetta allt gert og það ekki þetta svindl í þessu álverin þegar þau selja allt álið til sjálfsín erlendis það verður allt í gegnum þessi milliverðlagningu í þessum OECD-ramma. Það er að lesa þetta bara á heimasíðu ríkisskattstjóra og heimasíðu OECD. Og það sama við ef að Samherjar að selja pakkaða vöru til sölufyrirtæki sem þeirra eigu í Þýskalandi eða einhvers staðar, að þá þessi milliverðlagning sem byggir á þessum OECD-ramma. Og þetta bara alveg skotelt kerfi og ef mann finnst þetta ekki vera virka rétt, mér finnst það skotelt, ef einhverju finnst það ekki skotelt, þá það bara að setja meiri pening að þetta gangi betur. Það er starfslið í ríkisskattstjóra sem að fylgjast með þessu. Þannig að svo lýsing að menn séu með milliverðlagningu einhvern veginn að fiffa verð og hafandi verðmæti út úr íslensku hagkerfi, það standast ekki skoðun. Já, ég vona ekki, það er bara lögbrot og það er þá bara eitthvað sem skatturinn ætti þá bara fara á eftir og það er bara refsivert lögbrot. Svo hitt tilfelli þegar verið að selja vörur á markaði og þá getur verið fiskmarkaður á Íslandi. Nú það þannig að það eru menn að sérhæfa sig ákveðinni vinslu, til dæmis að með þorskauðungur ákveðin stærð, þá áttu kannski ekki með tækjabúna fyrir þá stærð, þá setur þá stærð á fiskmarkaðin. Eða til dæmis ef það er sumarfrí, kannski lokaru síðustu vikunni í júlí og 1. ágúst og þá setur fiskinn á fiskmarkaðin á þeim tíma. Það eru fá fyrirtæki einhver sem selja alltaf sinn fisk á fiskmarkaði, en mörg hver gera það ekki. Og það þýðir að þessi fiskmarkaður, ef mann rétt með þorsk, cirka svona 10-15% þorski sem fer í gegnum markað. Að þetta ekki svona raunhæf markaðsverðlagning þar. Raunhæfa markaðsverðmætin þar sem að sjómennirnir að fylgjast með í verðlagsstofunni og þessi kosta og verði sem fæst að selja afurðirnar erlendis. Það raunhæfa verð, ekki 10-15% aflans á einhvern svona jaðarmarkað á Íslandi. Og svo verið að selja erlendis og þar menn að segja að íslensku uppsjávarfyrirtækin og líka þeirra siglt með afla að sé að fá lægra verð fyrir aflan en til dæmis norsk uppsjávarskip. En það þá bara vegna þess að kolmuninn eða hvað hann hefur veiddur þegar hann hefur gengið lengra og með meiri átu og svo þegar hann fluttu til Noregs og þá tankurinn af skipinu fullur af fiski með átu í maganum og þá fer í gang þá
þá fer í gang niðurbrot og þá holdlos og þá bara þetta verri vara sem komið með í land. Þannig að þetta kerfi sem við erum með núna bara mjög gott og það virkar og ef það óheiðarleiki því í dag, þá það út eftirlitsaðilunum að menn ekki með nógu mikið aðhald. En það sem kemur svo út úr þessu, þegar menn búin að rekna þetta milliverð, að þá skiptist það þannig að það verður 1/3 til ríkisins. Og þetta verður, þú tekur hérna allt þetta söluverð og dregur frá fasta kostnaðinn við olíun og launin og afskriftir og það sem verður eftir, að því skipt 1/3 til hins opinbera og 2/3 til útgerðunar. Og þetta þessi hagnaður, þeir búið að taka tekjurnar og draga frá olíuna, launin og afskriftina á skipunum, það það sem mann kalla auðlindarentu. Og auðlindarentun skipt 1/3 til ríkisins og 2/3 til útgerðunar. Það sem vera einfaldast að gera að bara breyta þessu hlutfalli. Þannig í staðan fyrir að ríkið fá 1/3, við borgararnir, við erum ríkið, í staðan fyrir að við borgararnir fengjum 1/3, það fengjum 40%. Og útgerðin héldi 60%. En ef maður lítur bara yfir afkom útgerðunar, til dæmis Íslandssögum á Suðureyri og þessar 11 útgerðir á Ísafirði sem þessi hækkun núna myndi leiða til þess að 11 útgerðir fara skerðast hagnaður 80%, þá það bara því miður ekki rétta leiðin. En það eru þarna stórbændur sem mögulega eru meiri aflögufærir og ég held bara að stjórnvöld þurfi bara að finna betri leið til að ef þeir vilja það. Það ekki mín persónulega skoðun að það endilega gera það. Ég myndi vilja sjá bara frekar efnahagslegan vöxt, en ef stjórnvöld vilja ná meiri pening út úr þessu, þá það að einbeita sér stórbændunum í sértækjum aðgerðum gagnvart þeim. En hvað viltu þá stjórnvöld gera núna? Viltu að þau afturkalli þetta fram og hugsa þetta betur eða hægt að gera þessar breytingar núna í aðdraganda þingloka? Sko, þetta náttúrulega allt rosalega. Sko, ég náttúrulega kannski ekki involverður í þetta ferli. Ég bara að sé þetta bara utanfrá, bara sem mér umhugað um Vestfirði og mér líka bara umhugað bara fyrir íslensku þjóðina að efnahagslegt fótsporið okkar aukist. Með efnahagslegum vexti fáum við meiri skatta. Með því að hækka prósentur að þá kónar hlutin bara niður, fáum ekki efnahagslegan vöxt og fáum ekki meiri peningi sjúkrahúsinu okkar og skólunum. Þannig ég bara horfi þetta svona utanfrá Vestfirði og þannig efnahagslegan vöxt svo að það verði nú peningur í heilbrigðisþjónustu fyrir mig þegar ég var gamall. Þannig að en það sem ég sé í málinu að þetta er allt, það rosalega deilur um tölurnar. Ráðuneytið vill ekki afhenda útgerðinni reiknimódelin sinn. Það í gangi einhver hvað heitir svona upplýsingalaga krafa að fá afhenda einhver útreikninga. Samtök fyrirtæki í sjávarútvegi, þau eru kannski ekki að spila með heldur, þau vilja heldur ekki afhenda sína útreikninga. Þannig að menn einhvern veginn ekki að það svona stór gjá á milli aðalana hvað þetta þýðir. Og erum við að tala hvað var það, 18% bara þjóðartekjum Íslands. 18%. Það er mikið undir. Já, það er mikið undir. Þetta er bara fjörug þjóðarinnar. Þannig ég held að við þurfum að staldra við og skoða þetta betur, ekki þvinga þetta í gegn, þannig að fyrirtækin standi eftir og það verði efnahagslegt áfall til dæmis á Vestfjörðum. Önnur leið væri að finna einhverja leið núna á svona lokadögum þingsins að einbeita sér stórbændunum en ég bara eftirláta stjórnmálumönnunum það sko. Eitt af því sem að nefnt Grímur Grímsson og fleiri hafa fært þau rök fyrir máli sínu að það sé siðferðislegt spursmál að ríkið, almenningur fái meira í sinn hlut út af því að þarna verða að notast við fiskinn í sjónum. Mér verður hugsað til Kerecis, þessa mikla og magnaði fyrirtæki sem að þú byggt upp. Þér eru að nýta ykkur þorskroðið, fiskinn okkar. Ættu menn ekki að setja auðlindagjald á ykkur? Já, eða það verður að nota ensím úr þorsk meltingavefum líka. Það verður að búa til alls konar tæki og tól sem tengja sjávarútveg og það gerir setja auðlindaskatt á það. Ég veit ekki, auðlindaskattur er hvergi í kringum okkur á sjávarútveg. Það er ekkert þessum OECD-löndum sem er með auðlindaskatt á fisk. Það er veiðigjöld í Grænlandi á fisk þar og það er allt í volli fiskvinnslunni. Það er allt með hagnaði og ríkisreikið og ríkisstyrkir og ekkert gengur.
Þannig að það mikið gæfa hjá okkur á Íslandi að þessi 18% af íslenska hagkerfinu skuli vera rekin með hagnaði og skuli vera bærilegur rekstur á þessu. En á hins bóginn er það leiðilegt að það skuli vera svona ákveðin stemming hjá hluta þjóðarinnar að það séu þessi stórbændur í þessari útgerð, þessi stóru útvegsbændur, að þessi hagnast á mikið. Og þá bara vil ég bara hvetja þá sem það finnst að vera ekki að setja þetta í einhvern svona skrautbúning þar sem þessi ráðast sé til atlugu við brothætta byggðir landsins og bara einbeita sér að þessum stórbændum og vera ekki að setja í uppnám stöðuna hjá okkur á Vestfjörðum sem loksins búin að snúa vörn í sókn. En aftur, menn myndu segja að Kerecis eða önnur fyrirtæki sem að vinna áfram afurðir, ættu ekki bara sömu röksemdir að gilda ykkur varðandi auðlindagjaldið? Er þetta ekki bara auðlind sem að þjóðin á en? Jú, en hvað er auðlind sem þjóðin á? Nú eru vandað okkur sama loftinu það er auðlind, það eru íslenski menningararfurinn, íslenska bækur, fornsögurnar, það er ekki íslensk auðlind. Íslenski hesturinn, hvað er auðlind? En þannig að auðlindaskattur er bara aukaleið til að skatta og það var fallið hæstaréttardómar það að veiðigjöld er skattur. Og það er svo sem allt í lagi ef að stjórnvöld vilja vera með svona sértæka skatta eins og á veiðigjöld eða á heitt vatn eða á fallvötn eða ferskvatn. Ég meina stjórnvöld verða það bara útfæra það. En það sem er svo slæmt með skatta sem koma svona neðarlega í kerfinu, svona veltiskattar, er að þeir hafa áhrif mjög snemma í rekstri fyrirtækjana. Þannig ef þessir veltuskattar eru of háir, að þá verður ekki til vilji og kannski aðalega geta innan fyrirtækjana til að fjárfesta. Þá fjárfestur ekki betra skipi, þá fjárfestur ekki í betri vinnslulínu, þá fjárfestur ekki í flokkunartæki eða beinhrein sem er röntgentækni, þá málar ekki húsið, þá eykur ekki 2 starfsgildi að skoða eitthvað nýtt viðskiptatækifæri. Þannig að þessi auðlindaskattar maður verður að passa sig upp á þá að þeir séu mjög lágir í það minnsta, þannig að þessi vilji til að skapa og fjárfesta haldist. Þið settu í loftið auglýsingu núna í tengslum við þessa veiðigjaldaumræðu og þar kalliði eftir því að við einblínum að efnahagslegan vöxt og leitum að næsta Kerecis. Þetta er þetta ótrúlega saga, þið seljið þetta fyrirtæki fyrir tæpa 200 milljarða, leifum að segja 200.000 milljónir. Eru tækifæri í kortunum í okkar litla landi til þess að finna fleiri öskubuskur af þessu tagi? Já, algjörlega. Og í sjávarklasanum í Reykjavík, ég held að sé 80 fyrirtæki þar sem eru með svona einhver startup verkefni sem tengja sjávarútvegi, allt frá eitthvað sem er með enzym og próteinum yfir í einhver svona vinnsluaðferðir, það verið að þróa þar gervigreind og dróna til að leita fiski, gervigreindarmódel til að stofnmeta fiskitegundir, leiði til að flytja fisk og optimisera flutning og vörubílakstur á fiski. Það er hellingur af verkefnum í gangi og það sama á við það er líka nýsköpunarsetur á Akureyri, það er líka á Ísafirði og Vestmannaeyjum og Neskaupstað. Það er hellingur af svona litlum fyrirtækjum og peningurinn í þessi litlu fyrirtæki, hann er að koma frá Tækniþróunarsjóð í styrkjakerfi ríkisins og í svona fyrstu skrefin og svo kemur hann frá sjávarútvegsfyrirtækjunum. Sjávarútvegsfyrirtækin á Íslandi er að fjárfesta í helling á svona litlum verkefnum sem eru mjög áhættusöm og flest þeirra munu líklega ekki heppnast. Og fyrirtækin eru að gera þetta, þau eru að taka pinkupons af pening og setja í verkefni sem eru með hærri áhættu vegna þess að þau, eins og Ísafirði, vegna þess að þar hafa sjávarútvegsfyrirtækin áhugaði að koma með sterkari fætur undir hagkerfið fyrir vestan og vilja fá diversification í atvinnulífinu og þetta er líka hagnaðvon þar að baka líka. Þannig að ef að, eins og ég nefndi þarna, það eru 11 fyrirtæki á Vestfjörðum sem munu hafa 80% minni hagnað eftir þessar aðgerðir ef þau voru með 100 milljónir í hagnað í gamla kerfinu, þá verður hagnaðurinn 20 milljónir í þessu nýju veiðigjaldakerfi.
spáði það, ef þú hagnar fyrir 100 milljónum í 20, ertu þú að fara fjárfesti í einhverjum ungum manni eða ungri konu sem með einhverja hugmynd sem þú skilur ekki alveg en með atorku og áhuga og eldhugar og eru búin að setja fjárra fjölskylduna sinnar í ákveðna hættu með að vera einhvers konar nýsköpun. Fyrirtæki sem er hagnaður tekið frá ekki að fjárfesta í slíkum verkefnum. Það er rétt rúmur áratugur þar sem minnstu munað að Kerecis yrði engu vegna fjárskorts. Þú hefur væntanlega verið að tala við fjárfesta og menn í sjávarútvegi og verið að reyna að útskýra fyrir þeim að vera hægt að lækna alvarlegustu sár í heimi með þorskroði. Heldur ekki bara að vera klikkaður? Já, ágætis spurning sko. Jú raunar að mönnum fannst þetta mjög fjarstæðukennd hugmynd að nota þorskroð. En ég var þegar gæfuðanauðandi náttúrulega að vera með rætur á Vestfjörðum, að þekkja hagkerfi þar, vita hvernig hlutinir virka og ég gat svona byggt brú í hugum manna frá þessu framleiðslu hagkerfi yfir í þetta hugvitshagkerfi. Svo var það líka mikil gæfa hjá mér að fyrstu árunni í Kerecis þá kom til liðs við fyrirtækið öflugur hópur á meðstofnendum. Þar voru einkalega lögfræðingar og læknar og efnafræðingar sem að ljáðu verkefninu sitt orðspor. Það var ekki bara ég sem hætti mínu orðspori í verkefninu, heldur það var þarna hópur á öðru góðu fólki sem gerði það. En sko þegar fyrsta fjármögnunin kom frá Hrafnþórssyni Gunnvöru og Klofningi, það var í kjölfar fjárfestingar nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, að þá var þetta verkefni bara PowerPoint-kynning. Það var engir sjúklingar eða vörur sem hefur notað á sjúklinga eða neitt slíkt. Það var bara PowerPoint-kynning með það sem skilgreindi sár, skilgreindi roð, talaði engaleyfi og af hverju roð myndi hugsanlega virka. Það kom í ljós að það virkar. Þeir að selja roð fyrir 30 milljarða eins og nefndir frá Ísafirði á þessu ári. Er mikil vöruþróun í gangi? Eru það að finna nýjar lausnir á grundvelli roðsins? Já, það er mikil vöruþróun í gangi og við erum með rannsókna- og þróunarteymi á Ísafirði og líka hérna í Reykjavík. Þar sem við erum að þróa alls konar nýjar lausnir sem byggja á roðinu og þetta er svona tvíþætt hjá okkur. Við erum með svona minni lausnir þar sem eru svona nýjar stærðir og þyktir. Við erum með nýja vöru núna þar sem við tökum roð og setjum á silikónlag og svo setur það í sárið og þarf ekki að setja silikón frá öðrum aðal ofan, þetta silikón þá er límlagi komið ofan á. Svo erum við komið nýja vöru núna eftir nokkar mánuð þar sem við erum með fóm, þar sem við erum með roðið sem fór inn í sárið, svo erum við með fóm sem drekkur í sig sáravessan og svo silikón ofan á og þarna erum við notað með fómtæknina frá Kóloplast sem að keypti okkur fyrir 1,5 ári síðan. Þannig að það er hellingur í gangi í í vöruþróun sem byggir á bara roðun eins og það er. En svo erum við líka með nokkur stærri verkefni í gangi og það er þá þríþætt að það er þá bara að fara að selja roð í fleiri löndum. Það erum við að fara inn á Ítalíumarkað og við erum að selja það þegar í þýskumælandi löndum en við erum að fara inn á fleiri markaði og skoða fleiri markaði. Það er númer 1 og svo númer 2 eru nýjar ábendingar. Núna er roðið aðalega notað í sár sem er á yfirborði líkamanns. Það geta verið sykursýkisár, brunasár, skotsár, sprengjusár, geta verið skurðsár sem er komin ígerð. En við höfum áhugað að útvíkka notkunina í til dæmis í að laga liðbönd sem eru slitin, annað í leggja eða í öxlum, í að styrkja líffæri, til dæmis að halda upp í brjóstum, eftir brjóstaendurgerð, kviðslit og alls konar. Það er svo númer 2. Roði getur virkað í þessa veru? Já, einmitt. Og svo númer 3 er að bæta efnum í roðið, þannig að það virki einfaldlega betur á núverandi mörkuðum. Og það er mjög mikilvægt en því fylgir ný engaleyfi. Og þegar engaleyfið okkar á roðinu rennur út, sárroðinu, fyrir svona yfirborðsnotkun, þegar það rennur út eftir 5-6 ár, þá erum við að vera að koma með nýtt roðútgáfu 2, sem er þá engalega vendað og allir kúnnarnir okkar verið byrjar að nota. Heldur að muni önnur fyrirtæki sprett upp sem að muni nýta þorskroð með sama hætti? Já, það hugsa ég, en það verður þá gamla útgáfan á roðinu sem við erum að selja núna, ekki roðútgáfa 2 sem við erum að þróa með nýju innihaldsefnunum sem virkar ennþá betur. Þannig það er bara fínt og þá munu efnameiri markaðir og alvarlegri sjúkdómar þeim munu þá nota vörun okkar sem eru þá dýrari og með þessum auka gæðum
en þá kannski sá hluti markaðarins sem hefur minni greiðsluþol að því að hann mun þá nota vörur sem byggja þessum útrunn einkalögum. Eru þessar vörur í notkun hér á landi? Roðið? Já, einhverju marki. Já. Landspítalanum? Já, það er í notkun í Landspítalanum og þar er það í notkun bæri í sáradeild og líka í skurðlækningum til að nota á þar sem við komum ígerði í skurði og slíkt og svo erum við experimenta með það í alls konar fistúlum og alls konar annarri notkun. En Þannig íslenskt roð í íslenska líkama. Já, akkurat, en það er náttúrulega kannski það sem við tala hérna núna, en sko íslenskt heilbrigðiskerfi er í ákveðinu svona dilemmu að þar eru með eitt sjúkrahús og nokkur minni náttúrulega eitt svona hátækni sjúkrahús og þar er fjárveiting til þessa sjúkrahús er bara ein upphæð sem er afhent sjúkrahúsinu einu svona ári og svo gera menn inn á sjúkrahúsinu sem mest úr þeim pening. Það þýðir það að menn eru duglegir að gera læknisvægar aðgerðir, til dæmis að þú gerir 200 hnjáskipti í staðin fyrir 100, að þá ertu raunlega að fá minna borgað per aðgerð. Vegna þess að peningur sem ríki borgað er bara fast. Ef þú duglegir að framkvæma fleiri læknisverk, þá kemur ríki ekkert með meiri pening. En þeir hafa nú eitthvað verið að breyta þessu með þessari þjónustu tengdu fjármögnun eða afkastatengdu. Já, einmitt, í ákveðnum gerum. Já. En það sem við þurfum að gera og er verið að vinna að og gengur á hægt, en það sem við þurfum að einbytta okkur er að nota svo kallað DRG-kóða bara í allt sjúkrahúskerfi á Íslandi. Þannig að alltaf ef það er framkvæmt læknisaðgerð, þá sé hún kóðu með DRG-kóða, það er reikningur sem hann er seldur til sjúkratryggingana, þar er farið yfir reikningin og svo sjúkrahúsinu borga fyrir þá aðgerð. Þannig að menn viti nákvæmlega hvað hver sjúklingur kostar. Og þetta er gert alls þar í heiminum, öll sjúkrahúskerfi í heiminum þau keyra á þessum DRG-kódum. Vandamáli við þetta er að það er skriffiska sem fylgir þessu og þú þarft að ráða meira fólk, þú þarft að búa til reikninga, ný tölvukerfi og og það er erfitt að hafa svona pólitísk áræði til þess að implementera svona kerfi sem að myndi fjölga talsveit mikið skrifstofufólki en á samanskapi myndi þetta algjörlega breyta stöðun á gólfinu í Landspítalanum þar sem að þeir sem eru duglegir og þær deildir sem eru duglegar þær myndi að fá meiri greiðslu og þar sem að menn eru ekki með rétt að setja uppið til afkasta og þær myndi að fá minni greiðslur. Þannig að þú spurðir hvort það sé að nota roðið og þetta tengist eiginlega því sko, roðið hendar í ákveðnar læknisaðgerðir og ef að læknirinn telur sig geta aukið afköst sín, minnka kostnaðinn við innlagnadaga að ef það er svona kerfi kringum það, þá mun hann nota roðið. Eða hægt að sýna fram og að roðið lækki heildarkostnaðinn þó að roðið sé mögulega dýrara heldur en aðra aðferðir. En núna er roðið bara auka kostnaði fyrir spítalanum. Roðið okkar er miklu dýrara en venjulegs áraumbúð. Roðið okkar kostar kannski rúmlega 100.000 krónur, meðan að venjulegs áraumbúð kostar kannski 4.000. Þannig og það er engin svona, en roðið okkar virka betur, það lokar verri sárum, sjúklingurinn kemst fyrr heim. En það vantar, og við erum á þessari leið, þurfum bara að ganga hraðar, það vantar reiknikerfi kringum þetta, þannig að læknirinn geti nota dýrari vörur ef það er alveg ljóst að sjúklingurinn kem heim fyrr og heildarkostnaður verður minni. Það bárust tíðindi frá Danmörku fyrir skömmu að Christian Willumsen, forstjóri Coloplast, sem er móðurfyrirtæki Kerecis, hún hefði verið sagt upp störfum. Er það einhverju leyti vegna þess að hann tók ráka ákvörðun með því að kaupa Kerecis? Nei, það er alls ekki. Það gengur gríðarlega vel hjá Kerecis og allar okkar áætlanir að standast eins og kemur bara fram í kaupallartilkynningum Coloplast. Og nú ætlum við að geta með hvað ég segi hérna, þetta er fyrirtæki skráða markað og ég er inn hér í fyrirtækinu. En til að gera langarsögu stutta þá er Coloplast gamalt fyrirtæki, það stofnaði 1957 í kringum uppfinningum að nota plast í stómapoka. Þannig að þegar fólk hefur með stóma að taka yðravökvann inn í plastpoka í staðan fyrir einhvern svona segldúkspoka. Og svo þróaði fyrirtækið þvagleggi sem voru mjög flóknir og dýrir og þessar tvær vörur í svona stórum dráttum eru 70% af öllum tekjum fyrirtækisins í dag.
Nú þessi framleiðslutækni að búa til þessa plast stómapoka og lönguð þvagleiki og silikoni að framleiðslan á svona hlutum kannski eins flókin og var. Þannig að það eru alls konar önnur fyrirtæki sem hafa framleiðslutækni þekkingu til að fara í svona framleiðslu. Hlutfallslegir yfirburðir ekki til staðar? Ekki framleiðslulega, það kannski ákveðlítið markaðslegir. Þannig að vöxturinn í þessum upprunalega geirum hefur verið að minnka. Og þess vegna fór fyrirtækið og ákvaða breytum stefnu kóluplast og halla sér öll á nýjum sviðum, þar sem að væru alvarlegri áverkar eða ábendingar og sem þyrfti meiri rannsóknir og meiri fjárfestingar og var meira til að segja svo í sletti hérna áfram, clinically differentiated, með vörur sem eru byggja meira rannsóknum og hafa meiri slagkraft. Og þar keypti menn fyrirtæki sem heitir Atos fyrir 4 árum, maður rétt fyrir $3 billjónir og svo var Kerecis keypt fyrir 18 mánuðum fyrir 1,3 billjónir sem genginu því þeim tíma var cirka 190 milljarðar króna sem cirka bát sama gengi á Íslandsbanki, það nefndir Íslandsbanka verðmæti Íslandsbanki í dag. En og þessi fyrirtæki, það gengur mjög vel hjá þeim, við erum rekið sem sjálfstæð eining og gengur vel hjá Atos líka en það hefur hægt haldið áfram að hægjast á vextunum í þessum gömlu greinum og þó áætlanir okkar og Atos sé að ganga eftir að þá er vöxturinn hjá okkur ekki nægur til að komplementera fyrir skortin á eða vaxtarminkunin hjá gamla geiranum. Þannig að menn hefðu kannski þurft að kaupa aðeins fleiri fyrirtæki fyrr. Vera aggressívari? Já, ég veit ekki, kannski, eða breytingur öðrum og þetta hefur síðan leitt til þess að fyrirtæki hefur lækkað, gengið hefur lækkað á undanförnum árum í kaupöll. Alltaf þegar að koma uppgjör þá sjá menn að það er að vöxturinn er að minnka í gömlu greinunum og hann er ánað með vöxtinni í Kerecis og Atos og svo bara gerist það daginn að gengið komið niður fyrir eitthvað ákveðið, vantarlega eitthvað sem stjórnin hefur ákveðið og þá voru menn ekki ánað með það og fyrirtækið líka fara inn í svona nýtt 5 ára plan og töldu þá út frá þessum árangri forstjórans að hann var ekki réttur til að takast á því nýja 5 ára plani sem er að fara í gang á næsta ári. Þið eru ekki búin að ráða nýjan forstjóra. Ert þú næsti forstjóri Kóluplast? Nei, það held ég nú ekki, en maður veit náttúrulega aldrei hvað gerist. Ég er að hafa gríðarlega gaman að því sem ég er að gera í Kerecis. Ég vakna á hverju morgni fullur af spennu fyrir daginn og ótrúlega gaman að vera tengdur svona lækningavöru og allri virðisaukakeðjunni og fá síðan að hitta sjúklinga og lækna sem er að nota vöruna. Ég geri það alltaf einu sinni í mánuði. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. En það er bara margir aðri skemmtilegir hluti líka. Ég hef mjög mikinn áhuga á, ég tengist þetta innviðafélagi Vestfjarða. Ég hef mjög mikinn áhuga bara á íslenskum þjóðfélagsmálum og efnahags, svona þess að ég nefndi þetta nokkur skiptir, sem efnahagslega vext Íslands. Vegna þess að búa hérna á Íslandi er svolítið erfitt. Við erum ekki nafli alheimsins, við erum langt frá mörkuðunum. Við þurfum að hlaupa aðeins hraðar til að geta haldið upp í lífskjörunum okkar hérna í Íslandi og það er svo, ef við gerum það ekki, ef stjórnvöld er ekki með rétta ramman í kringum okkur þannig að umhverfið er ekki rétt til að við getum haldið áfram að hlaupa aðeins hraðar, að þá lendum við bara í vandræðum og þá bara verður okkur refsað fyrir þessa landfræðilegu stöðu landsins. Þannig þannig að mér finnst afskaplega gaman að koma að þessu innviðafélagi Vestfjarða og ákveðinleiti gaman að taka þátt í þessar umræðum veiðigjöldin. Ég vona að fara ekki og margir í fílu út af því. Er þetta boðið innkomið í pólitíkina? Nei, það held ég nú ekki. Þú er skuldbundin í 2 ár hjá gagnvart Kóluplast og sá tími rennur út núna, er það ekki nóvember? Já, nú í september. September. Ætlar að láta störfum sem forstjóri Kerecis á þeim tímapunkti? Það kemur bara ljós, eins og sagði, ég er voðalega gaman að því sem ég er að gera í dag og ég er líka tengst Kóluplast núna sterkum böndum þessum 2 árum. Ég er involverað þar í alls konar svona stærri ákvarðanir og þessi áætlun fyrir næstu 5 ár, þannig að mér er ekki ákvarðanleiti vænt það. Samanskapi eru mörg önnur tækifæri í lífinu, þannig að
tíminn bara leiði það ljós, hvað gerist í september. Margt sem gerist í lífinu, ég veit að þú ert að halda upp á stóran dag í fjölskyldunni, óskar ykkur til hamingjum með hann innlega. Já, alveg frábært. Dóttir minn útskrifast í dag, 5 börn og hérna, nú er ég búin að útskrifa 4, allavega í lokdags verð ég búin að útskrifa 4, þá reitt eftir. Þetta uppskeruhátíð. Akkurat. Guðmundur Hertan Sigurðsson, þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágætna föstudaginn, en ég ætla að minna ykkur á að í júnímánuði ætlum við að taka fyrir nýja bók í bókaklúbbi spursmála. Það bók sem á í raun alveg ótrúlegt erindi við okkur í dag þó hún sé skrifuð fyrir áratugum síðan. George Orwell skrifaði bókina 1984 og við ætlum að taka hana fyrir. Þá verðum við búin að gera Kúbudeilinu 1962 skil. Við ætlum að gera það með lokapunkti miðvikudagskvöldi næsta, 4. júní á vinnustofu Kjarvals. Þá ætla klúbbfélagar í bókaklúbbi spursmála að koma saman þar og ræða innihald og efni Kúbudeilunar eftir Max Hastings og hvaða lærdóm við getum dregið af þeirri bók. Björn Bjarnason, fyrir ráðherra og aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins, reyndar líka, ætlar að setjast niður með mér og við ætlum að fara yfir þá sögu alla. En við höfum þetta ekki lengra sinni, sjáumst að viku liðinni.